Binni, þú kom síðast til mér og gafst mér frábæra gjöf. Já. Predator bolla. Ég að sína henni í kamerunni. Ég kom með hann í dag. Það kom ekki hann til greina. Við erum að fara skemmtilega þátt. Yes. Stallone vs. Schwarzenegger. Þannig ég kom með Predator bolla fyrir Peppa hérna Schwarzenegger, en ég ætla að koma í San Angeles. Já, ok. Sem já. Demolition Man. Já, Demolition Man. En ég ætla að vera, þú veist, 8 ára 50-50, en ég kom bara í einhverjum plain röðum ból. Það var smá vesen heim, ég gæti ekki náð í bólinn. Allavega, við erum að fara að tala um þessar 2 snillinga. Já. Myndu að kalla á snillinga? Já, annað þeirra. Binnir alltaf var með hjört í augunum. Þetta hugmynd frá þér, Ísrael. Þú komst með þetta á sín tíma og benti mér eitthvað á, eða komst með þessu hugmynd. Sagðir, hann að gera svona Stallone vs. Schwarzenegger. Og ég var svo pirraður út í sjálf mig. Að ég bara, já, auðvitað. Þú veist, þetta þekkt að hafa verið rígur á milli þeirra. Sérstaklega þegar þeir eru upp besta, svona þeir eru vinir. Báðir og svo stórir, sérstaklega á 9. og 10. áratugnum. Þannig þegar þú sagðir þetta, ég bara, já, það geggi hugmynd, auðvitað ger ég það. Okkur þetta mér þetta ekki í hug, Og ég hugsaði mig, það var nú gana að fá okkur með okkur. Sérstaklega svona þátt. Þá var hann alltaf bara fyrst dag til ég, heyrðu, Binni elskar Stallone. Þú veist, þetta er þetta ekki uppást bara leikari eða, já. Þetta er stærsta kvikmyndastjarnan, sko. Stærsta kvikmyndastjarnan. Það er svolítið svo leið, sko. Og hitt líka bara þannig að þú náttúrulega býrði í LA, eftir að læra handritagerð, hefur komið tíminn áður. Ert núna á landinu, út af jólunum, áramótum og því dæmi, eftir því sem á fríi. Þannig ég verð að negla hana þátt áður en að Binni fyrir aftur til LA. Og við erum að, er þetta ekki að hafast hjá okkur strákum? Við byrjum að taka upp. Þú veist, maður er bara alltaf stressar, bara í svita baði, er þetta að fara að klikka eða ekki? Þetta er að fara að bresta á. Ég setti þetta upp þannig strákar, þetta verður, við erum ekki að fara að ákveða hvort myndi finna í slag. Það er ekki þannig. Við erum að fara að bera saman myndin þeirra. 8 Stallone myndir og 8 Schwarzenegger myndir. Head to head, ég seti hérna á sjónvarpið, þið viti hvað myndir eru, en þið viti ekki hvernig þessi bardaðar verða. Það ég smáka það. Ísrael, þú fyrst að velja 3 myndir, 3 Stallone og 3 Schwarzenegger, Binni líka og ég fekk velja 2 og 2. Er þið spenntir? Mjög. Já, mjög. Ég er búin að vera að senda þið skilabóð bara í hálft ár út af þessu. Hvað er að frétta? Erum við ekki on? Nákvæmlega. Ok, áðurinn fyrir mig þetta. Bara þessi 2 gæjar. Ísrael, byrjum á þér. 8 sekundur frá uppáhalds. Ég þarf ekki að spyrja Binna. Ég er mikið búin að spá í þessu, sko. Hvor þeirra er meir uppáhalds. Þá er ég alveg bara að tala um og hugsa bara ekkert endilega hugsa gæði myndana, beint, sko. Bara karisma, leikurinn, ég veit ekki, eitthvað, lúkið. Þetta er alveg bara 50-50 hjá mér. Já, ég er búin að hugsa þetta frá því sagði mér, við ætlum að taka með hana þátt. Ég er búin að hugsa, ég verð að vera með þetta svar. Ég er með þess að búin að pæla í þessu. Ég veit að hann maður spyrja með þessu. Ég get alltaf svara þessu spurningu. Því ég er bara alveg, mér finnst Stallone geggjár, mér finnst Schwarzenegger geggjár og það er svo erfitt að nitpikka á milli, sko. Ég veit, þetta er alveg ósakið spurning. Ég veit. Þetta eru náttúrulega, sko, báði gæjanir, eru náttúrulega svona larger than life, bara karakters í alvöru, sko, og veist, bara, og það sem að þeir hafa afrekað er náttúrulega bara ótrúlegt báði. Rugl. Það er rugl, sko. Þannig ég skil alveg hvað að segja þessi erfitt, en mér finnst bara, það er bara eitthvað við Stallone. Það er náttúrulega líka kannski ég er svolítið elst upp við að horfa meira á hann heldur en Schwarzenegger, sko. Já, einmitt. Það lítar auðvitað. Það gerir það, sko, en ég meina, sorry, ég vil bara henda þessari sprengju strax út. Það er búið tilnefnda þennan gæja 3 sinnum til Óskarsverðlauna, sko. Ekki hann. Ok, það var mín spurning nummer 2. Hvor er betri leikari? Stallone. Já, mér finnst það easy. Það er easy. En Binni, samt svona, ég ætla ekki alveg að sleppa þér, sko. Veit að Stallone maður. En Schwarzenegger, ég meina, þú svona fílar hann í bóð. Já, Schwarzenegger er geggjaður og ég fílar myndina og svo, já, algjörlega. Ég er alls ekki anti Schwarzenegger og, þú veist, eina myndin sem að margir telja sem slökustu, sko, Last Action Hero, mér finnst hún alltaf skemmtilega, sko. Æðisleg. Ég skil ekki það. Nei, mér finnst hún bara frábær. Já, geggjum mynd. Og það er stuð sér, horfðu aftur á hana. Já,
svo þetta líka þannig að, þetta er entertainment, sko. Já. Og, það þarf ekki endilega alltaf að vera ég held ég tala það senast. Sumar myndir eru gerðar til þess að skemmta. Já, já. Og það bara, og það mætar 100 manns, 1000 manns til vinna á hverjum degi með það markmiði, sko, að þeirra búið til mynd, það má ekki taka það kredit að fólki heldur, sko. Nei, en þá líka ég hef líka stundu sagt, svo fyrir að henda okkur í þetta, í sambandi við svona blockbustera, því þeir náttúrulega voru rosa mikið í blockbusterum, sérstaklega sín tíma. Að ég hef stundum heyrt þetta, ég kannski drullu yfir eitthvað mynd, eitthvað svona nýja, Indiana Jones 5 eða eitthvað. Og ég hef heyrt, sko, ég meina, hei, þetta er bara pop og kók, maður, við hverju býstu? Já. Predator líka pop og kókmynd en hún er svona 1000 sem betri þannig að there are levels to this þannig að það sem þeir voru að leiki þeirra svona best og skemmtlistu myndir finnst mér bara virkilega vandaðar þó að segja, þetta er ekki nefnilega Godfather eða Shawshank en mér finnst það mjög vandaðar vandaðar í sínu genre og það nákvæmlega, þú veist og mér finnst það svo gaman þegar maður er að rifja upp þessar myndir ekki allar kannski, það er mjög skoðar eldar sem er svo vel ræðan það eftir en það er svo gaman bara, vá, þetta er geggjumynd. Já. Það er ekki flott með það. Nei. Herru strákar, fyrir að skella okkur í þetta. Head to head keppni. Yep. Ísrael, þú byrjar. Yep. Og ég ætla að hafa þannig. Þetta er stigakeppni. Okay. Sjáum bara, hvor vinnur þetta? Það rígur á milli þeirra, hefur verið allavega í gamla daga. Þetta er keppni, þetta er versus þáttur. Og við erum að fara að blanda þessu myndu saman. Ég er ekki búin að velja fyrirfram eitthvað svona, Schwarzenegger tekur þetta bara 8-0, þetta er ekki þannig. Ég reyndi bara að setja svona skemmtilegar svona match-up, svona keppnir á milli mynda sem að kannski svona, gæti verið 50-50, kannski verið erfitt. Okay. Þið komið báða með ykkar, og við ræðum líka myndirnar. Ef að þið eru sammála, þá er það bara gott og gilt, eðlilega, en annars kem ég inn sem eitthvað svona tiebreaker. Ok. Byrjum á þessu. Fyrsta keppnin, Cliffhanger versus Eraser. Ísrael. Það er rosa hljótt í stúdíónu. Hvað er það fyrst þetta að þú sér þetta? Geggjæslega góða myndir. Er þetta erfið keppni? Þetta? Já. Eða fannst þú strax bara þessi vinnur? Ég veit strax hvor myndin, persónulega mér finnst betri, skemmtilegri. Önnur myndin hef ég séð aðeins nokkuð sinnum, hinn hafði ég bara séð einu sinni áður. Og það var Eraser. Ég hafði bara séð hana einu sinni, bara þegar hún kom í bíó á sínum tíma. Já, svo langt síðan. Svo langt síðan, en ég man samt rosa vel eftir henni. Þegar ég var að endurhorfa á núna, það var rosa skemmtileg jól bæði við. Og Stallone og Schwarzenegger myndi. Heimanámi. Þetta var geggjað. Þannig að þegar ég fór að rifja upp þessa mynd, ég sagði bara, þessi er bara dullu góð ennþá. Maður finnur náttúrulega, 90s tæknin hérna, sem var í gangi hérna. En Cliffhanger er svo flott. Þetta er svo flott með bara upphafsatrið að þyrlan er að fljúga hann í fjöllum, sko. Svo bara kemur skoti að Stallone að klifra og hún byrja bara strax á action. Bara erum við ekki að gefa bara hvor myndinni betur? Jú, við skulum líka hugsa þetta þannig. Hvernig? Það eru 2 myndir. Já. Nú er ég að stilla ykkur upp vegg. Hinn þurrkast bara út. Ég þarf aldrei hort aftur á hana. Ok. Skil ég? Já, ok. Þetta er alveg þannig. Þetta er hardcore-keppni. Eraser. Þannig að ef þú segir Cliffhanger, þá þú veist bara, er hún ennþá til, Eraser bara, hún Erasast. Já, það er rétt. Þannig að þú segir Cliffhanger. Ég segi Cliffhanger, allan daginn, Ok, Binni, svo það er spytur þetta. Þú hlærið aðeins. Já, þú veist, einmitt. Þetta er easy, Next question. Þetta er 20 mínútur þáttur. Það sem er samt gaman, eins og segir við í Eraser, að hún kemur hana, ef maður er bara 1-2 árum eftir True Lies, og það eru svolítið svona svipuð kaliberi klikkaðir í action stunt mikið til, Það atriði mitt með stekkurðu flugvélinni og bara er hérna bara, þú veist, hvað maður segja, í chicken eða þú veist hvað það heitir á móti flugvél, það er náttúrulega absolutt atriði, Það er sann svo geggjað, en ég er, þú veist, Cliffhanger er mynd sem ég sé mjög oft og það er bara,
aftur hún svona, þó hún sé fáránlega mörguleiti, þá hún samt svona meira realistic heldur en í Racer, en ekki það, ég hefur rosa gaman ef ég er Racer, sko, og líka James Caan líka alltaf geggjað, sko, ég hef gaman á honum í henni. Svo sammála, hann geðveikur í henni. Mér finnst, ef ég komið mitt á, ég bara for the record hérna, ég er sammála ykkur, það Cliffhanger örugglega bara einu af mínum uppáhalds, mann ennþá eftir ég sá hana bara því ég var krakki og ég var bara, hvað myndi er þetta? Og er hann ekki með þessa og Demolition Man sama árið? Jú. Pæli ár. Það geðveikt. Ég elska Cliffhanger, en málið mér finnst í Racer, nú ætla ég að henda hérna fram, kannski er þetta að sprengja, mér finnst í Racer vannmentasta myndin þessar Schwarzenegger. Já, ég held það sammála þessu. Þú veist, það er oft talað um Predator og Terminator og eitthvað svona, og True Lies, í Racer, mér finnst hún geggjð. Sko. Mér finnst hún geggjð, og mér var svo gana að reyða henni upp núna. Það er reyndar ólíkt þér Racer, þá er ég búin að sjá hana nokkur sinnum. Mér finnst hann góður inni, hann töffinni, var hann sem vilja þessu góður inni, mér finnst sagan skemmtilega, ég elska Railgun-stótið, mér finnst það bara geggja töff. James Caan, greinilega skemmtistur. Greinilega, hann er svo geðugur í þessu hlutverki, mér finnst hann æðislegur. Flott atrið þegar fara að sækja þarna, bara þurfum að sækja hennar vitnin og það verið að drepa þessi vitnin, þurfum að sækja, förum fyrst til þín og það er cool, og þannig flugulatir, það er geggja, ok, þessi tölvugeri krókudillana, já, þetta er alltaf 90s mynd, maður leiður þess að slæta. Allt hitt finnst mér bara geggja. Ég fíla líka Robert Pastorelli, hann er þarna Comic Relief gaurinn, og ég fór alltaf að hugsa, hvað kom fyrir þann, hann dó mjög snemma, sko. Því maður alltaf þetta úr þessari og Striking Distance. Með Willis. Hann var svona heituleikar, var svona heituleikar á þessu tíma, og ég bara googlaði hann. Þá, hann deyr, ég held sér bara 20 ár síðan, 2004 eða eitthvað. Hann var alltaf ekki gamall, sko. Ég held að það hefði verið eitthvað svona dope version á hann, sko. En sorglegt, ég hafði mjög gaman á hann, sko. Mér var alltaf skemmtilegt að hann treður eitthvað drasslaðan upp í sig og fló hann og sjúkrabíllinn kemur og eitthvað. Mér var það mjög skemmtilegt. En Cliffhanger maður, Svo er náttúrulega búið að vera held í umræðinni í ykkur ára, endur gera hana eitthvað. Það er ekki það? Það er í gangi. Er það í gangi? Er það staðfest? Hvað heitir konan? Lily James. Lily James, já. Það er eitthvað genderswappa hérna, Gabe Walker. Já, sjá hvernig það gengur. Það var ekki hérna Dark Knight Rises, atrið þegar við flugvélinu þar, þegar var að stela flugvélina. Þegar ég sé það, þá hugsa ég bara atrið í Cliffhanger með flugvélina. Já, með töskunar. Með töskunar að milli, sko. Ég sá Dark Knight Rises býr, þetta er bara Cliffhanger, sko. Hann er bara að taka það, sko. Já, ekki tengt það. Nei, ég heldur þú segir það. Það var cool, sko. Það er ég búin að sjá Dark Knight Rises Williamson líka og þessar Williamson. En Stallone, hann borgaði hennan stuntman Simon Crane, hann borgaði hann sjálfur, bara svona í eigin vasa, $1 million til þess að performa þetta stunt. Nei. Ekki tryggingafélag vildi sponsa þetta, borgaðan og Stallone sagði bara, við verðum að hafa þetta atrið í myndinni, sko. Er það? Takk $1 million á mínu tjekka og látið hann að gaur fá þetta, sko. En það er líka John Lithgow geggjari. Hann er gegg. Christopher Walken átti að vera, hann hætti út síðan stundu. Átti Christopher Walken að vera? Já, Lithgow kom í staðinn og mjög ást hann geggjaður, hann Lithgow. Já, frábær. Ég er líka að hugsa, höfum séð hann, sérst Lithgow, aftur svo vondakalli? Ég er ekki að kveikja. Ég er bara ekki nógu vel að mér í... Kannski var hann ekki Raising Cain? Raising Cain. Þá var hann svona vondur eitthvað. Hann var á þessu tím, hún var 92 og minni 91 leika hann vondakallin í Denzel Washington mynd Ricochet. Já, það var svona vondakallin. Hann var svona á þessu tíma að leika vondakallin. Hann er nokkuð svona vondakallin. Mér er svona bara geggjar í... Með að þú veist, maður sér hann í... Hvað hétt aftur Third Rock from the Sun, grínþættirnir, hann er svo mikil svona einhvern kjáni og oft leikur eitthvað svona pappan í dag. Þetta er einmitt annað, hvað heita myndin með Mark Wahlberg og Will Ferrell? Þetta er ekki bara Daddy's Home. Þar er hann einmitt svona... Daddy's Home 2. Já, á móti Mel Gibson síðan. Einmitt, einmitt, mér svo stuðs ég sá hana. Já, þar er einmitt eitthvað svona lovey pappi eitthvað. Hann er grjótharður Cliffhanger. Hann er svona semi-vondur svona The Accountant með Ben Affleck. Hann er náttúrulega gæinn að baka við... Ég er bara að gleyma, hann var þessu mynd. Ég líka! Hann er náttúrulega gæinn sem á þetta. Já, alveg. Það er að drepa besta vinsina. Er það kallt í Ísrael? Nei, ég er alveg fint, sko. Það er smá opið glugginn? Já. Þú segir mér að það verið kallt, þú lokaði hann. Já, hann var í henni, maður. Það er að koma 2.
Já. Ég til ég. Ég fílaði hann í bót, sko. Hún er og mér sem varmyndi. Accountant. Ekki margir sem tölum hana. Ok, cliffhanger, þetta easy peasy. Já, ég held það, sko. Ég ætla bara að skrifa þetta niður hjá mér, strákar. Höfum þetta bara alveg á hreinu. Það sem sagt, cliffhanger að vinna þetta. Og við erum allir sammála. Já. Stallone segir líka, sko, fyrir utan þegar hann leik í Rocky 4, þá var þetta hans bara svona besta svona líkamlega formi sem hann verið í, sko. Já, hann var rosalegur í þessu. Talaði sko, Rocky 4 þessa mynd, það sagði ég var best shape þegar ég leik þessum, og þetta var líka svona comeback, svolítið myndi fyrir hann var búin að gera eitthvað 3-4 myndir röð sem hefur gekk rosa illa í mér. Var það Oscar og eitthvað svona Stoppmobile Shoot, ræðum hana eftir? Já, Tango and Cash og Lock og allar sem myndi gengu ekkert óbúrslega í mér og svo bara kom 93, bara Cliffhanger og Demolition Man, bara BOOM! Manstu hver koma undan? Demolition Man kom undan. Svo þessi. Nei, fyrir ekki, ég Cliffhanger kom undan. En var ekki síðan stutt í næstu? Minnstu þú segja bara 2-3 mánuð? Cliffhanger kom... Casino Heat all over again. Já, maður! Cliffhanger var í mánuði, Demolition Man var í svona október. Nú, ok, já, hún var aðeins svona 5-6 mánuður á milli, sko. Ég man því ég horfði á behind the scenes footage af svona making of Cliffhanger, þá Stallone í hérna San Angeles lögreglubúning að tala Cliffhanger, sko. Og það svona mani, Cliffhanger koma undan, sko. Já, hann var búin að skjóta hana og taka upp. Og svo promóta þessa mynd, sko. Því þetta ár, maður. Já, gekkjá. En þetta einmitt svona De Niro, Casino Heat, bara sama ári. Ég að hugsa hvort einhvern hafi toppað það. Er það ekki mest impressive? Ég held að það. Casino Heat. Sama, það allavega sem ég myndi kjósa. Það rosalega maður. En þetta var líka, ég veit ekki hvort við viti á þessu, eftir hann gerði þetta Cliffhanger og Demolition Man, þá fekk hann Universal Studios, sem beitt Stallone, 60 milljónir, það var svona deal, 3-picture deal, 60 milljónir, svo 20 fyrir hverja mynd, og það var ekkert, þú veist, hvaða mynd eða hvaða leikstur hann bara, við viljum að gefa þér 60 milljónir og þú leikaði 3 myndum frá okkur. Og þetta var crazy deal á þessum tíma, því hann var að rísa upp aftur og þetta stúdíó voru bara að fara að benga, herru bara Stallone mættur aftur og við ætlum bara að gefa hann bara hellingspening, sko. En svo fór þetta svona fizzle out og það varði eiginlega ekkert úr þessu, af því að Judge Dredd kom út, hún var ekki eins góð og Assassin, svona fleiri myndir sem voru ekki sló ekki í gegn. En voru það ekki báða 95? Það voru báða 95. Judge Dredd var 95, ég held að Assassin var 96. Ég fílaði hann, sko. Þannig að það voru svona ekki alveg svona tentpúl, þannig að þessi díl svona fjara út, en þetta var, man eftir þegar ég las þess að frétt 95, sko, þetta var alveg crazy, bara fólk var bara, ég að fara að gefa þessum manni bara 20 milljónir fyrir eitthvað. Var það ekki þá byrjað á þessum tíma? Að því svo fór þessi gæjar að fá 20 milljónir. Ég held að hann sé að fá alveg 15-20 eins og fyrir Rambo 3, sko. Einmitt. Og hún er 89? 88. 88? Hann fekk 17,5 fyrir Rambo 3 og það var met á sín tíma, sko. Hann fór heimsmynd búið bílið. 17,5, þetta er sísar það. Hann læriði sagfræði, sko. Hann læriði sagfræði. En svo gerðist þetta boom in the 90s, sko. Jim Carrey fekk 20 fyrir Cable Guy. Hann fekk held í Svarsnegum minni, hann fekk 20 fyrir Eraser og Jingle All the Way, það var sama ár. Eraser og Jingle All the Way. 96. Já, og svo 97 fekk hann 25 fyrir Batman og Robin sem var bara crazy uppvæði, sko. Að budgeti fóri sannsynleikar. Peningur að búin eftir það. Já, það var búin eftir það. En pæliðinni, ég ætla að koma þessu að núna, svo ég gleymi ekki. Ég las bók sem heitir The Last Action Heroes. Ekki átt hana? Nei, hættu nú. Þetta er bók. Bara sýndu til kamera, bara mæli með. Það sýndu til kamera. Byrjuðu þekkir þessu bóku? Nei, aldrei sett það. Þetta er ekki það. Þetta er sérst að dýrunni bara stuttumálega. Þetta er bók, náttúrulega ekki skáldsaga, að fjalla þessar helstu hasarhetjur. Það er náttúrulega Schwarzenegger, Stallone, Bruce Willis, Chuck Norris, Dolph Lundgren, Steven Seagal, Van Damme, Jackie Chan, svona þessi helstu gæjar. Hvar er þessi gæjar í dag? Og þá er ég ekkert hann þá bókstaflega. Þeir eru bara eldri og allt það. Þetta var svo miklu karakterar. Já, það er náttúrulega, sko, þú veist, ég held að ég man ekki hvort við töluðum þetta senast. Hvað er svona með það? Þegar ég var í fyrra.
það sem bara búið að vera svolítið bara frá Spider-Man 2002. Það hefur þetta superhero svolítið verið bara í gangi. Þannig það hafa svolítið verið, þú veist, Robert Downey Jr. er þessi karakter í dag, sko. Þú veist, og Christian Bale, og þú veist, það hefur bara svolítið tekið við. Og ef þú skoðar, þú veist, bara sögu kvikmyndana, þá alltaf eitthvað svona í gangi, þú veist, lengi vel var það musicals, og svo var það vestratnir, og svo var það þetta og þetta. 80s og 90s eru þessi gæja, sko. Já. Og við náttúrulega bara, allir inn á svipum aldrei bara ólust upp í þessa gæja. Þetta okkar larger than life karakterar, sko. Nú það í Marvel heiminum, eða DC heiminum. Já, það mjög góð punktur. Og þú veist, og það mun örugglega koma bók sem heitir The Last Superheroes. Já, The Last Superheroes. Og það munu fólk sem 20 árum yngri við. Hvað eru þessar superheroes í dag? En þá spyrir maður sér líka, því ég veit að Tarantino hefur sagt þetta og örugglega fleiri, og ég hef búin að nefna það í podcastunum að þér, eins og hann talar eins og Marvel-myndar, af því hann alveg svona comic-bookur, en hann alltaf bara hún eldri, hann hefur sagt það sjálfur, ef það komið því að vera yngri, þá hefur örugglega verið meira inn í þessu, en eins og hann hefur sagt, Iron Man aðalgæinn, Captain America aðalgæinn, það ekki Chris Evans, það ekki Chris Hemsworth, skiljið, það Thor, það Svartaekjan, það Doctor Strange, það eru karakterannir þarna á þessum tíma. Þetta eru gæðin voru að selja myndir bara á nafninu. Bara á nafninu, eins og Cliffhanger, Gabe Walker, þetta bara eitthvað gæi, en þetta Stallone. Já, ég veit það. Maður svona saknar kannski þess og líka bara, ef þið horfið á báða, Stallone, þú veist, hann kunni að tala, þú veist, allt það, karakter. Og Schwarzenegger með þykka reimi sinn og kjálkinn og líka minn. Ég sakna eitthvað svona áferð, svona spennandi, ekki bara með fullir vinningu. Timothy Chalamet, Chris Hemsworth, fallegir, sæti gaurar eitthvað. Ég vil fá... Er þetta bara ég? Nei. Þú vilt ekki fallega sæti gaurar, þú vildur afgæðast. Nei, ég... viltu svo hætti? Í þessum... sérstaklega aksjóndóti, einhverjum hasamyndum. Eða bara svo Steven Seagal, alveg saman hvað fólki finnst hann var öðruvísi. Van Damme, öðruvísi. Það var engin eins. Við erum með eitt svona gæja held í dag og það náttúrulega Dwayne The Rock Johnson. Hann svolítið svona selur út á nafnið, sko. Og hann bæði, þú veist, ég man ekki helmikina nöfnunum og karakterum samanleikur, sko, en ég veit myndin, ég sé myndina, sko. Hann svolítið náttúrulega eins og Schwarzenegger, bæði í hasar og gamandóti, sko. Já. Hver svona hasarleikan í dag fyrir utan? Kannski hann og Jason Statham. Já, ok, en það er að segja, nefni eitt sem undir 45. Já, bara þetta ekki. Nákvæmlega, bara, þú veist, mér þetta engin í hug, eitthvað svona, Aaron Taylor Johnson kannski eitthvað svona, en hann svona ekki aksjónleikari. Nei. Svona hann í Bullet Train og eitthvað, og kannski Bond. Já. Hann vill að hann ekki svara neinu. Hann svona eitthvað, hann byrðum að segja Bond, eitthvað names Bond, James Bond, hann vildi ekki gera það. Varstu búin að sjá það? Nei, ég hef ekki búin að sjá það. Hann svona talaði svona, já, tölum við eitthvað annað, hann vildi ekki segja þessa setningu. Þannig að það kemur ljós, en já, mér vantar svona nýja og eitthvað svona áhugaverða aksjónleikara. Höldum áfram, þú byrjum núna. Cliffhanger tók þetta. Hver spurning? Já. Ég er mjög svo gæt að horfa á andlutninga þegar ég setja upp að þið veit ekki hvað myndir hann að keppa. Við erum með svona tvíeiki versus tvíeiki. Tango and Cash, það alltaf Stallone og Kurt Russell. Versus Twins, Schwarzenegger og DeVito. Það alltaf út af grimmynd, hinn hasamynd. En mér varst gaman að vera með svona duo versus duo. Binni, þetta erfitt? Sko, já, nei, sko, Kurt Russell frábær í þessari mynd og hann svo skemmtilega leikari. Já. Og ég hef viljað hafa hann Expendables með þeim, sko. Það hann hefur verið frábæri viðbót í það teimi. Það kom heldur til tals. Já, það. Ég las það bara fyrir stuttu. Og Russell sagt bara svona, neða, þetta þessi tími búin. Og eins og aðra myndir sem koma setna með Kurt Russell breakdown og fleiri, sko, hann svo skemmtilegur í, svo þessi mynd náttúrulega geggjuð, sko. Og verður svona fer aðeins út í silliness með hann þeirra Q, fattur með bílinn og þessi það samt svo gaman, sko. En það sem hann alltaf Schwarzenegger DeVito hafa, þeir hafa alltaf gert fleiri en eina mynd saman, sko. Þeir alltaf gerir svo Junior líka. Ég var búin að gleyma DeVito væri henni. Og
Þannig þeir svona eiga allavega svona eitthvað sameiginlegt, eða svona meira saman. Þú veist, ég er alveg, Þið er þetta svara sér? Já, þú veist. Ólíka myndir? Já, ef ég ætti að segja bara hvað er betri mynd, hvað hef ég séð oftar, ég sé Tango and Cash miklu oftar en Twins, en ég sé Twins oftar en eins og oftar en tvisvar. Ok. Já. En spurningin er tvíegið, sko. Þannig að ég þarf að standa þess með mínum mönnum þarna, Tango and Cash. En þú veist, þetta er 55-45. Þetta er alveg sem tvíegið, en bara myndirnar. Ég meina, þetta er náttúrulega kannski aðla myndirnar, sko. Já, ég meina... Hvað er þetta skemmtleri? Tango and Cash. Og líka hann gerir grína sjálfur sig bara, þú veist, the focus Rambo eða hvað sem maður segir. Nei, Rambo is a pussy. Já, ég meina... Mér finnst það alveg svona... að hann hafi sagt það sjálfur. Ég ber vinningu fyrir því, bara hei, allir hafa gaman að þessu. En samt svona, hann sagði það. Sagði það sjálfur. Ok, þannig að Tango and Cash er þér. Já. Ísrael. Já, þetta er gott matchup sem varst með hana. Þetta er svona áhugavert. Já. Sko, máli er Twins á svo rosalega sérstakar stað í hjarta mínu. Já, þér þykir mjög vænt um það. Ég þykir svo vænt um það. Þetta var nefnilega önnur myndi sem ég sá í bíó. Ég sá hann í London með þess að. Já. Í mars... Er hún ekki 88? Hún kom út desember 88, en ég sá hann í mars 89. Já. Og ég man bara að sita inn í bíósal, það var bara svona fyrsta minningi mér bíó, bara salun, bara spring og hlátur. Bara þegar Arnold er að fara í bátinn og segir he must look just like me. Já. Og maður bara byrja að hlæja þessari vitleysu. Og þegar hann kemur labbandi úr rútunni og svo sér maður allt í hann í stuttbuxum, bara það var fyndi, sko. Já, svo bara kalvanir í ára og læðir á restum, sko. Svo labbar hann upp á Rambo 3 plakkati og fyrir svona að bera saman vöðvar. Það er svo gaman að þessum skotum, maður. Já, hann bera eitthvað svona saman og gerir eitthvað. Og mér finnst bara þeirra kemist í svo gott milli Schwarzenegger og DeVito. En á samanskap með Tango and Cash, ég elska þessa mynd. Ég elska þessa mynd. Ég man þegar ég sá þessa mynd fyrst, ég bara átti hana, ég horfði hana endalaust. Nei, ég fyrir ekki, átti hana ekki, það var einhver vinur sem átti hana. Og ég man að lægi í myndinni, það er svona stefið, þú veist, Já, wow. Ég man, mér fannst það alltaf svo geggja, ég var alltaf að raula. Þú meldir þetta, sko. Já, Ísrael með þetta, sko. Og ég man, einn daginn þá gleymdi ég stefin, ég bara, oh my god, hvernig er stefið? Fórst bara í panik. Ég fór í panik, ég hringdi í vin mér sem átti myndir, herrun, en að horfa á þess byrjuna og raula fyrir mig stefin. Þetta er það fyrir tíma á Spotify og YouTube. Já, YouTube. Og hann hringið tilbaka, herru, það er svo, já, takk fyrir það. En hvað varst þú að gera þegar þetta kemur upp? Ertu bara heima þér, þú veist, að leika með legokuppana og svo bara, Tango and Cash, Já, það var einhvern veginn sko. Nei, Ísrael aðeins eldri fyrir. Þú hefur verið... Ég hef verið svona 13 ára. Já, 13. En legokuppar, ég með hei. Já. Getur verið. En ég sammála, Kurt Russell var æðislega sem ég elska Kurt Russell, 80s, hann bara klikkaði ekki þá, sko. Ég elska alla myndir sem hann gerði þá. Er það besti áratugurinn hans? Það finnst mér. Hvað er að tala um? Við erum að tala um The Thing. Escape from New York. Escape from Big Trouble in Little China. Mér finnst Overboard skemmtileg. Tequila Sunrise. Tequila Sunrise, já. Mér finnst þetta geggjað áratugur hjá hann. Svolítið þessi. Og Stallone, ég var að horfa okkar viðtal á YouTube þegar þeir eru að promóta þessa mynd. Þeir eru í miðri tökum myndinni og eitthvað fréttamaður spyr Stallone, er það rétt að þetta átti uppalega að vera þú og Schwarzenegger í myndinni? Og Stallone segi já, það var uppalega konceptið á Tango and Cash. Það var bara fyrsta hugmyndin var að ég og Arnold myndu leika í þessari mynd. En pæli ef það er gest, að ég líka stundur sagt með eins og Heat. Þú veist, við fáum De Niro og Pacino á svo góðum tíma. Þegar þeir leika saman í Righteous Kill, það er ekki náttúrulega léleg mynd, en það er ekki rétti tíminn. Ef að Stallone og Schwarzenegger hefur verið saman á þessum tíma, Peak Prime. það hefur verið
En þú veist, en hefði samt Schwarzenegger fittað sem karakter Nei, svo má alltaf fara rauk fyrir því að það kannski passa. Það er allt önnur mynd, sko. Og aldrei, ég er ekki að draga úr Russell, ég er bara að tala þetta matchup, þetta team-up, þú veist, þeir tveir saman. Það er ekki það sama að sjá þau í Escape Plan 20 árum setna eða eitthvað. Það er bara ekki sami feelingur, ég er aðalega kannski að tala það, sko. En varandi einhvern, þá ætli ég að láta Twins fá. Já! Bara út af þessu, þetta var svona mín fyrsta stóra bíóupplifun og ég bara elska. Og ég veit ekki, það er eitthvað, alltaf ég horfa þessa mynd, ég tengi henni eitthvað við jólin. Ég veit, það er samt ekki engin jól í myndin, en ég svoleiðis, bara ég horfa hana, það var bara alltaf eitthvað, ég fer alltaf að hugsa jólin. Ég veit að þú fyrst að horfa hana svona nálægt jólunum. Hvað tengi alltaf við jólin, ég horfa þessa mynd. Ég, bara frá mér, Tango and Cash, easy Tango and Cash. Ég horfði á Twins, ólíkt þér Ísar, þá skipa hann ekkert eitthvað svona sérstakann sess í mínu hjarta, ég sá hann nokkur sem ég var yngri. En ég hef ekki séð hann svolítið lengi. Alveg mörg á síðan sá hana, ég horfði á hana fyrir þennan þátt. Og svona, já, svolítið batsins tíma. Já, sko, gamanmyndir, það er bara eldast ekki að vel eins og actionmyndir. Það er sumar eldast, en mjög fáar. Já, og það er þó oftar en ekki, eins og þú ert að segja, að það hafi eitthvað svona hjá manni. Já. Ég var bara mynd í matabóði í gær og er að tala hérna við vinafólk bíó og einn bara elskar Sound of Music, fjölskylda mín elskar Sound of Music og bara svo þegar maður mér kom og hann horfði Sound of Music með okkur fyrsta skipti bara, er þetta ekki að búið? Þetta er bara deyju leðum. Já, bara, og hann bara á ekki þessa tengingu. Nei. Og ég á fullt af svona myndum sjálfur eitthvað sem að ég dýrka eitthvað sem var orðstuð og ég var að sýna mig eitthvað til fyrsta skipti. Bara, dýrkar þetta? Já. Hvað er eiginlega að þetta einhvers? En svo er kannski líka oft bara gott, það er einn mynd sem er dettur í hug, ég veit að við höfum aðeins rætt hana. Það er svona mynd, og ég ætla að halda ykkur spenntum á hann í segumyndi. Og það er mynd sem ég þóttu ógeðslega væntum. Mér þykir ennþá svo væntum hana, en það er svona mynd sem kannski, ég hef kannski bara ekki átt að horfa aftur á hann. Nei. Sá hann oft hjá yngri, átt hann á FOS, átt hann á DFD og bara, já, þetta er geggjumynd. Svo horfði ég aftur á hann einhverjum 10 árum setna eða eitthvað og maður var alveg bara, þessi mynd á bara heima in the 80s. Það er ekkert hægt það er erfitt að horfa hann í dag og það er Highlander. Já. Mér finnst hún eldast rosalega. Já. Mér fullir verið því að mér þykir það svo væntum hana. Og mér finnst grunnhugmyndir rosa skemmtileg og þess vegna er ég spenntur fyrir. Það er eina af þessum myndir sem ég hef til að sjá endurgera. Já, samanlega. Þetta er góð hugmynd og þyrfti alveg að uppfæra myndina, finnst mér. Já. En Tango and Cash, maður, Ég myndi að segja alla svona 90s karaktermyndir, það er eldast ekki vel, en það er eiga svona ákveðin stað í hjartamanns þeim að horfa. Hvað ertu með huga? Bara Three Ninjas, til dæmis. Three Ninjas? Þetta var geggjumynd og mann er langað bara að karakter, sko. Nei, ég er skemmtileg mynd og maður er bara hungur við þess Vá, ég elskaði Three Ninjas, en var ekki í minningunni, finnst þú nefndur það? Í minningunni? Framhaldsmyndin hétt hún ekki Three Ninjas Kick Back. Var hún ekki betri? Mig minni það. Ég man það ekki, það kemur ekkert á, sko. Munið eftir Surf Ninjas? Nei. Ég held ég hef ekki séð hana. Munið ekki til henni? Fyrir sýningu coverið, ég skal lofa ykkur í, svo höldum við áfram, að þið hafi séð þetta cover, þau verður pottur svona, já, þessi mynd, þetta er svona gleymd mynd. Það er ekki eitthvað svona fræg og gammalíkari með þessi mynd. Jú, Leslie Nielsen. Alveg. Já, ok. Já, alveg. Munið ekki eftir þessu coveri? Jú, ég hef ekki séð þessa mynd, sko. Nei, sko, ég hef séð hana, en ég man ekkert eftir henni, en þú veist, þetta var rosa mikið, þetta er 93. Já. Vinsælt svona á þessum tíma. Já, ok, Twins, Tango and Cash. Bara Ísrael fyrirgefðu. Já, ég er bara, en þetta var svolítið flott move hjá Arnold að prófa að fara yfir í comedy eftir að hafa gert, veist, allar þess að hasa myndi, Conan og Terminator. Þetta er bara ár eftir Predator. Já, ár eftir Predator, og bara, veist, og því líka, þú veist, og þessi mynd var bara svaka hittari, sko, hún var bara top 10, sko, vinslastu myndum sem kom út þetta ár, 88. Hann náttúrulega líka, þú veist, það er gæðin sem gerir hann, er mikill, þú veist, gaman lífstur og veit, þú veist, hann er ekkert nýr, hann er ekkert nýr á nálinu, sko, eða hvað maður segir. Nei. Hann gerir Junior líka, ekki? Jú. Var það ekki samanist allir því? Ævar Reit, menna ekki? Jú, þeir komu allir saman, en þetta er svo mynd sem að hann
Schwarzenegger segir, ég græddi mest á þessari mynd. Ertu búið með bókina? Já. Ísar, já. Það er nefnilega, ef ég maður rétt, þá er það í bókin, þá var að tala það var viðtal við eitthvað svona stutt viðtal við eitthvað sem var að vinna myndina, mann í hvort það framlegandi eitthvað. Og hann var að tala Schwarzenegger. Og alltaf þessum tíma er hann action-gæin, tölum nýbúnari Predator, grjótharður þar og alveg, það er bara testosterón, allir harðir þar og alveg þvírilli. Fyrst inn í þessa mynd og gæin var að tala hvort framlegandi eitthvað, að hann hefur aldrei hitt mann með jafn mikið sjálfstrust eins og Schwarzenegger. Hann var til í allt, hann var ekki hræddur við neitt, gera sig að fíbli, verið í einhvern stuttbuxum eða segja eitthvað fáránlegt. Hann sagði hann hefði aldrei hikað. Það var ekkert svona ego. Hann er bara confident í bara hvernig hann er og ég elska það. Af því maður hefur einmitt heyrt, ef við tökum Dwayne Johnson eða Vin Diesel, það er eitthvað svona í samningnum þeirra hefur maður heyrt eins og í Fast and Furious, mikið tapa, slag, bla bla. Já, ok. Egoið flækist aðeins mikið fyrir oft, sko. Þannig að mér varst gaman að heyra að Schwarzenegger jafnvel á þessum tíma var bara, herru, gerum við þetta bara. Þetta er bara gaman. Gerum við grín og hann náttúrulega leikur svona, hann ára svo klár, samt svona svolítið einfaldur og þannig að það var skemmtilegt og þetta er skemmtilegt svona par og það líka útlitslega er bara þetta er svo ólík bara pósterið fyndið. Only their mother can tell them apart. Og líka bara ef þú horfur á aftur bara eitthvað Predator eða Commando eða eitthvað, svo bara myndi ykkur sína þetta plaggat, svo er bara, nei, þetta er ekki sami, getur ekki verið að leika í þessari mynd. Herðu, förum bara að halda áfram. Ísrael, ég er ekkert með þessu, þið skiptist á. Ísrael, hvað er næst? Og ég fara að loka klukkan núna. Ég ætla að loka klukkan núna, það er svolítið chilly. Hugsaðu málið, við erum að tala um Rocky, ég ætla ekki að stoppa neitt, Rocky vs. Predator. Ólíka myndir. Mjög svo. Sko, málið hérna, að önnur myndin hér er uppbóðsmynd þennan leikara. Já, þessi leikara, Predator. Það er Predator. Þannig að ég bara verið að segja strax Predator. Þetta er easy bara? Já. Ég bara eins mikið og ég elska Rocky, en að Predator sé upp á Schwarzenegger mín þá verð ég að segja Predator. Þetta er geðveik góð mynd, sko. Skálum fyrir því? Já, nákvæmlega. Og ég komst í mér ekki á þegar Bíótöfra vorum þess að geggju double feature, Robocop Predator. Ég fór þar. Ég komst ekki, ég var svo leiðilt að ég komast á sýningu, en Smárabíó sýndi þessa mynd bara á síðasta ári, Predator. Ég fór á sýningu, hann var næst í fullu salur. Geggja þess að upplifa þessa mynd í bíó og loksins. Og það er bara allt við þessa mynd er bara perfect. Voru margar stelpur á þessa sýningu? Nei. Voru nokkrar þetta. Nokkrar tilleitar af mönnum sinum. Nei, ég meina þegar við vorum að tala um svona kallamyndir. Já. Þú veist, það er stundu kallamyndir. Er einhver sem kemur ofar í huga en Predator? Predator. Nei, svo sem ekki, en ég man þegar ég sá þegar Expendables kemur í bíó. Þú veist, einmitt það er maður fór í bíó svo hana, sko, ég hef aldrei séð, þú veist, sali fullan af mönnum að hrósa yfir öðrum mönnur. Bara, Mín, ég verð að koma, ég verð ekki gleyma þessu, mest það er svona sýning sem ég er fara á, þar sem ég bara svona, þetta er eina skipti, þar sem ég tók bara virkilega eftir bara, sleit svona kringum mig, bara, það eru kannski 2 konunni og fullur salur, og það var Rambo 2008, Rambo 4, það var bara gaurar, sko. Ok, þú segir Predator, við líka ræðum að þessa myndir aðeins eftir. Binni... Hvað er spurningin? Spurði ég bara. Hvað er betri? Bara, ég ætla ekki að koma að spurningu, bara, þú sér þetta bara. Hvað segir þú? Rocky er uppáhaldsbíómyndi mín alltaf tíma. Þannig að... Það er easy. Já, þetta er easy. Ok, en aftur, ég dýrka Predator. Já. Og Predator er örugglega eina, hún og True Lies eru svolítið hjá mér bara saman sem uppáhalds Schwarzenegger myndinar. Frekar T2? Já, frekar T2. Áhugavert. Sorry. En hann er, þú veist,
ég er ekki að reyna að vera með eitthvað disrespect á Predator því við vel Rocky, sko. Mundu bara ég með bollan hérna, sem þú gafst mér. Skál fyrir því. Skál fyrir því. Þannig að hjá mér er það alltaf Rocky, sko. Ok, Ísar, þá ætla ég að spyrja þig áður við útkláðum þetta mál. Er hægt að fara rauk fyrir því? Og ég veit, þú náttúrulega mikil Óskarsvöldan-gæi, og hún alltaf vann Óskarinn, Rocky, á sín tíma. Er þetta betri mynd en Predator? Rocky? Já. Sko, Rocky 76, Predator 87. Það er tala 11 ár hann á milli. Og þegar ég horfði á Rocky núna daginn, maður sér svona í dag, maður svona atriðust, það bardagar, maður sér svona þeir eru að slást í salnum, það er engin áhorfandi í salnum, maður sér svona smá svona litla hluti í dag. En upp á sko, skemmtanagildi Predator, já. Okay. En hvað er betri? Þú veist, leikurinn, það er Rocky. Handrið, það er Rocky. Já, ég myndi segja það allan daginn, sko. Mér finnst þessi saga náttúrulega rosalega góð í Rocky. Og þetta er náttúrulega bara, veist, maður getur gert heila þátt bara að fjalla Stallone mikið tala þetta, sko. Þetta var bara big thing, sko. Bara skrifaði handriti sjálfur og myndið svo gerði hana bara superstjörnu og vinsasta myndin 76, þetta er eina ári sem hann átt #1 movie of the year, sko. En Predator er bara svo svakal entertaining. Ef ég ætti að velja, ég væri að sitja heima núna, hvor myndi ég ætla að horfa? Ég ætla að horfa Predator. Já, en ég er sammála því. Er svo góð. En Binni, þá ætla ég að segja líka við því á móti. Er þetta að fara rauk fyrir því að Predator sem hasarmynd sé 10 af 10? Sem hasarmynd? Já. Ég meina, hún uppfyllir allt sem að góð hasamynd þarf að uppfylla. Hún þú veist, sko hasamyndin náttúrulega líka, þær eru, eins og ég er búin að segja hana við erum búin að tala þessa karaktera, þær eru svo larger than life og allt þetta dæmi, að þær meiga alveg líka vera svolítið, hvað maður að segja, þú veist, þær meiga svolítið push the limit, fara með nálina alveg upp í 11, sko, og Predator gerir það. Þannig að hún, þú veist, eins og segja, í sjanur alltaf, hún uppfyllir öll bóksin sem þú veist, action sjanarmynd þarf að uppfylla, sko. Ég er nefnilega persónulega, báðar þessar myndir, það er alltaf mjög líkar, ég segi 10 af 10, 10 af 10. Já, sammála. Og þú veist, þrátt fyrir eitthvað, þú veist, tala um eitthvað svona smáatrið eitthvað, og kannski hefur maður séð flottari bóksbarla eitthvað með öðrum myndum, við erum svona sama, 10 af 10 og 10 af 10. Rocky er náttúrulega ekki bóksmynd, sko. Nei, ég veit það. Það er bara málið, þú veist, þetta er bara saga drauminn og þetta er ástarsaga. Já. Og þarna, Gæsótt, þetta er svo geðveikt. Já. Ég horfi örugglega Rocky lágmark einu svona ári. Já, þú ert alveg þar. Já. Ég veist líka ákvært, ég horfði á Rocky, ég fór alltaf inn að spá í það var ekkert svona slow motion í bardagann, eins og í Rocky 2, 3, 4 og hinum mynduna. Já, var ekkert í eitthvað slow motion fight, þannig bara 9 mínútur þeir bara boxa, ekkert slow motion. Ég hef aldrei spáði á þessu, já, ok, en samt virkaði ógeðslega vel, sko. En það er líka ógeðslega gaman, eins og þegar ég gerði Rocky þátt með Óla Bjarka, félaga minnum, við gerðum Rocky þátt, coverum allar myndinar, þá horfði ég á þar allar. Ég hafði auðvitað séð þar allar þegar ég var yngri, alveg nokkuð oft, en það var svolítið síðan ég séð, sérstaklega Rocky og Rocky 2, að því að Rocky er ósvöld, nú Creed komnar út, Rocky Balboa, kemur hvað 2006, ef maður rétt. Og ég man ég var svo ógeðslega spenntur að sjá hann í bíó, það var fyrsta Rocky myndi sem ég gæti séð í bíó, það var Rocky Balboa. Og mér finnst hún frábær líka. En þegar maður fer aftur í fyrstu, hvað hann er rá, og bara hvað hann er ógeðslega góð. Mér finnst þetta bara algjört masterpiece og mér finnst hún alveg 100% skilið Óskarinn sem bestamynd. Ég er ekki alveg búin að setja mig inn í hvað nákvæmlega tilnefnt á þessu tíma. Það fylgir allt upp, eða? Nei, ekki manstu það? Já. Manstu hvað var tilnefnt 76? Já, hún fekk hvað Rocky við tilnefnt? Hvaða myndir vann Rocky? Nei, manstu hvaða myndir hún vann? Nei. Hún vann, já, þetta var rosalegt ár. Hún vann All the President's Men, Taxi Driver, Network og Bound for Glory. Ég sé þess að mynd. Vel samt Rocky. Já. Ég vel samt Rocky. Já. Ég meina, bara stefið, tónlistin eldist ekki.
Nei. Þetta verður geggjætt 50 ár. Já. Menn hún nú þegar hann það gömul myndin, hún ennþá, maður fær gæsað ennþá. Já. Hann eitthvað, að segja Það eru þarna. 50 ára næsta ári. Ég gæsað bara, þú sagði. Já, bara... Þegar hún verður 100 ára, þá verður ennþá geggi tónlistin, sagan, geðveik. Hvað kemur meiri feeling en Rocky? Er þetta ekki mesti svona underdog kvikmyndasögunar? Þá er ég að tala svona underdog saga. Já, það ekki. Jú. Þetta er ykkur önnur í hug, í fljótu bragði. Nei, það er bara þess. Þú veist, þetta er Airbud, sko. Það er 100 keppa mútið strækjum í hverjum. Það er svo rosalega absúrt. Annars sá ég ekki. Nei, svona öllu kannski sleppt. Nei, ég held að sé engin, ekki sem að mann, sko. Ég meina, ég veit að kannski er þetta að spyrja þig að þetta er upp á smyndi í. En bara ef einhvern veginn spyrja bara á götu, bara, kemur bara ykkur upp að það myndi spyrja underdog saga í bíómynd, Rocky. Það myndir poppa upp hjá mér, og þetta er ekki nefnilega upp á smyndi mín, en bara, það er Rocky Balboa. Og ég meina þessi séri líka bara drullu góð. Það er rosa góð, sko. Drullu góð. Þótt að 5. sé svona sísta, en þá ég hef lúms gaman að 5. myndinni. Ég hata hann ekkert, sko. Nei, hún er síst. Það sem mér finnst leiðilegast við hana, það er tónlistinni. Þú veist, sko... Var það ekki Conti sem gerði hana? Jú, en það er, sko, 4. myndin er held ég eina sem að Conti gerði ekki. Og það er rosa 80s tónlist í henni. En það er svo rosa mikið 90s svona pop eitthvað, hafi verið að taka gömlu lögin og reyna að setja því ykkur svona... Nýjan búning. Það er ekki gott, sko. Já. Ég hef búin að glemma því. Já. En það er, hún er svona sísta myndin. Já. En Balboa myndin er geggju. Hún er mjög góð. Frábær. Hann Stallone búin að leika Rocky Balboa í 8 kvikmynd. 8 mynd. Pælís. Hann er ekki Creed 3. Var ekki eitthvað svona drama? Átt hann ekki að vera? Það er eitthvað leiðandi milli hans og framleiðandana. Einmitt. Já, því hann á ekki rétt fyrir Rocky. Nei, það er eitthvað sem Stallone sé svolítið eftir. Já, og sko, ég man ekki nákvæmlega hvernig það var, en það var eitthvað þannig að, þú veist, bara Winkler fer að stað með eitthvað án þess að tala um það við Stallone, sko. Það fór eitthvað fyrir brjóstunum og annað og mér skilst að Stallone hefði verið mjög harðorður líka. Ég man eftir þessu, það er ekki langt síðan það var. Hann var að tala um að gera spin-off mynd með Dolph Lundgren, gera eitthvað Drago. Hvort það var eitthvað þannig. Sjómanseríu eitthvað. Og Stallone fréttir að þeir eru að taka saman upp Expendables 4 og eitthvað Dolph Lundgren að segja þetta og hann bara, þú veist, þú að fara að gera þetta. Þeir náttúrulega líka vinir. Hann var eitthvað fúll út í aðeins Dolph Lundgren og þessi búin að settist í dag. En pæli ég að þú veist, að hann skrifar þetta. Þetta er hans baby í rauninni, hans bad. Og svo einhvern veginn ræður, þetta er svolítið mikið svekkjandi, sko. Það verður svo risa stórt og ég skil vel að hann orðið pirraður, en ég meina samningar eru samningar. Því miður. Ef ég var að gera út þetta, þeir eru með sikkvar á myndina, ekki sammála, ég verð bara að fara út því að mér finnst það eins og ég sagði, 10-10-10-10. Og líka þá verð ég bara að fara svona meira upp og það er Predator. Ég man að þetta ég sá hana bara fyrst, ég var yngri, pabbi var alltaf að sýna mér eitthvað hasamyndir og hann var ekki búin að sýna mér Predator. Hún er alltaf frekar gróf, það er alveg svona gróf aðri í einu og alltaf það sem Predator sjálfur gerir og svona, húðfletti fólk og hann var ekki búin að sýna mér hana og ég man, ég hringdi í pabba. Ég var einn heim, eitthvað kvöldi eða eitthvað. Og ég spyr hann bara, má ég, hún er núna hérna á stöð 3 eða eitthvað klukkan 9 eða eitthvað, ég man ekki hvernig það var. Ekki alveg. Ég sem má ég horfa hann sagði, já, horfðu bara á hana. Og þarna er ég náttúrulega ekkert mjög gamall, því sé ekki svona, ég veit ekki, 12 ára eða eitthvað. 12-13 kannski. Og ég var eiginlega bara svona allan tíman, bara þetta er sturluð mynd. Og mér finnst hún líka, því nú er langt síðan sá hana fyrst, þannig að búin að sjá hana alveg miljónsunum. Mér finnst það bara góð mynd. Mér finnst virka allt í henni, mér finnst hún spennandi. Ég elska líka þegar það verið að taka Schwarzenegger alltaf á þessum tíma. Hann er búin að leiki slatta eitthvað svona, ég meina Commando er búin að koma út. Er ekki hérna, hvað heit? Fyrsta Terminator. Red Heat. Raw Deal var ekki eitthvað líka, er hún ekki fyrir Predator? Red Heat. Heitir hún ekki Red Heat með Lucy? Jú, allt inn í manni hvort hún koma undan eftir Predators. Heldur hann að koma eftir? Er það eftir? Minnum hún sé 88. En hann er alltaf búin að leika með Terminator, allavega Terminator,
Commando Já. og heitir hún ekki Raw Deal? Deal, já. 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 Ég held að hún sé undir Predator. Já. Alltaf pointum við að þarna hann bara, wow, hann bara næstu óstöðandi aksjóngaur og þannig hann að berjast bara við eitthvað sem að getur fokka hann upp, sko. Já. Og hönnunin á Predator, upp á skeifurum mínar alla tíma eru Alien og Predator. Já. Bara hönnunin, lúkið og líka það sem hefði ekki orðið ef Van Damme hefði leikið hann í þessum pöttubúning þarna. Þegar við séð myndir af orginal Predator, þetta var bara svona last minute dæmi, sko. Já, okay. Það var bara hringt í Stan Winston, getur þú komið að redda þessu fyrir okkur. Það var ekki að ganga upp. Það var svona, ímyndað næstu í ykkur svona eðluð, þetta var bara fárulega búin. Þannig að þú veist, maður hugsa með þessu, ef það hefði orðið, því að það skiptir þetta svo miklu máli hvernig Predator sjálfur er, þú veist, dreadlockarnir eða hvað þetta er og hjálmurinn, það tekur hann af sér, stærri en Schwarzenegger, hann heldur hann, þú veist, uppi og maður er bara, shit, hann á ekki sjens. Schwarzenegger á bara ekki sjens í hann að gæja. Og bara allt þetta, hvernig teimaði sér bara tekið einn í einu, endur að hann er einn, allir í leiðinni, búin að fatta hvernig á að vinna, býr til boga, og alveg að spenna hann í. Þetta er svo gæsátt. Þetta er geðveikt. Þetta er geðveikt. Og svo endur þetta á því að hann setur einhvern self-destruct, hann er búin að í gang, dit, og hann stekkur geðveikmynd. Ekki spurning. Geðveik, sko. Líka svo gaman þegar myndin byrja. Bara fyrsta atrið þegar þeir mæta hann á þyrlinu, sko, og þeir koma stíu út af þyrlinni og mér svo fyndi, ég aldrei pælt í þess að hann að Mac. Þeir eru allir svona stísbúni, Mac kemur út, hann er jakka fyrir maður pinna. Mér finnst það svo gegn. Mér finnst það gegn. Cool fyrir karakterið. Og hann situr svo í þyrlinu bara kveikir á vindilin maður, geðveikt svalur maður. Og svo líka svo cool, af því að þetta teimir að því, við veitum, Jesse Ventura og Sonny Landham, sem var vist frægur svona bad boy hérna í Hollywood sínum tíma, hann var, sem leikur Billy. Vissur það var fengið lífvörður fyrir Sonny, ekki til að venda hann frá áhörundum, heldur að venda hann frá því að ráðast annað fólk. Já, einmitt, já, passa hina. Já, fyrir honum. Því Sonny var svolítið skapstyggur. Já, með þessa gaura og líka bara, ég meina, Bill Duke, grjótharður, Carl Weathers, grjótharður. Með Apollo Creed í báðum. Já, einmitt. Og ég meina, Weathers í geggjarinni. Og Bill Duke, það minnst allarleðist þér. Þú veist með alla þessa gaura og svo kemur bara Alpha Gæinn og það er Schwarzenegger. Hann er leiðtoginn. Gæsahúð! Þetta er geðveikt. Og svo alltaf handshakeið þegar þeir hittast. Þú veist, það er iconic, maður vöðvarnir alveg bara. Og mér finnst líka bara cool. Ég meina, Binni, þú getur kannski komið að sinna þetta frá 100 level. Ég meina, mér finnst þetta sniðugt handrit. Skemmtilega sett upp. Já, aftur, þú veist, eins og ég segi, þó ég hef valið Rocky hérna, þá er ég ekki að reyna að sína hinn einhverju vanvirðingu annað og frábæri eins og segja, tikkar í öll þessi box er 10 af 10 þannig séð sem hasamynd, algjörlega bara skemmtileg ræma frá upphæðu til enda, sko. Já. Svo gott líka þetta revíl á Predator, hvernig maður svona hægt og rólega, það sýnt svona smátt fyrst frá hans perspektíf, hvað hann sé hljóðið sem gefa bara svona hægt og rólega að byggja upp spennina bara. Og ég hef líka oft sagt upp á hversu vel myndin eldast, að því hún gerist bara í frumskói dag er alveg eins. Já. Þannig að eins og Predator 2, hún eldist bara ekki, mér finnst það alltaf, já, þú sérð bara strax, það er búið tíma að setja hann svo mikið, en að þetta er í frumskói, ég meina þess að byssur sem nota, jú, þetta er herið með kannski aðeins flottari byssur í dag, það er ekkert fáránlegt, en bara allt þetta, þú veist, camouflage búningarnir sem eru í, að fötin, eins og segi, sjálfur frumskóin, allt þetta, og tónlistin sem líka bara geggis. Mér finnst hún eldast mjög vel. Alan Silvestri maður. Mér finnst þetta þess ekkert vera mynd eins og ég sagði með Highlander, ég meina, er ekki bara ára milli, er ekki Highlander 86? 86, jú. Já, það er bara ára milli, en mér finnst það gigantísku munur á, sko, önnur er bara pjúra 80s mynd, en ég held að fólki ennþá að horfa þessa eftir 30 ár, 40 ár. Sammála. Geðveik. Mér finnst það báða geðveikar. Svo líka eitt í þessu, svona eitt af lokum. Practical effects. Já. Það hefur bara útrúlega mikið að segja. Það er bara... Það gerir það. Og Substance og maður sem tala um hann eða fyrir podcasti, bara stutt, það er mitt practical. Það er svo gaman að sjá, þetta er svona skemmtilega gert. Gaman að sjá þetta. Nei, þetta er svo, ég var að lesa bók daginn sem heitir Masters of Make-up Effects. Alveg svona þykk bók og alltaf svo mikið myndum og svo stuttur texti og það er bara svona stutt viðtöl við allt þetta helsta fólk í þessum brannsækjum tíðina. Mjög skemmtileg bók.
bara eins og 2 ára gömul eða eitthvað. Og að sjá þetta allt, þú veist, þetta er svona hlið á kvikmyndagerðinum sem að mér hefur persónulega alltaf þótt rosa áhugaverður og skemmtilegur. Og það er fólki sem er að gera, þú veist, farða og búa til geimverur, búa til allt þetta dót og þannig að já, mér þykir, já, Predator, geggju, höldum áfram. Það er... Og skjóta niður. Já, skjóta niður. Já. Þetta er Predator. Já, sorry, Benny. Nei, ég skil þetta alveg. Þú veist, þú ert með hennar bolla, sko. Já. Og það er eitthvað ástæður þú gafst með hennar bolla. Ég bara, þú veist, þetta var ekkert sjokkað, sko. Líka svo góða setningar í þessum myndi. Þetta er bara kvót þetta endalust. Reynda líka, hún er alveg kvótubur líka, Rocky. Ok, höldum áfram. Já. Förum úr Rocky og Predator yfir í Stop or My Mom Will Shoot versus Kindergarten Cop. Ég meina, meikar þetta ekki alveg sens þetta matchup? Jú, það gerir það. Ok. En, þú veist, ég er bara spenntur að heyra spurninguna. Spurningin er bara, ég meina, bara myndin þar. Hvað er betri? Já, ég er ekkert að spyrja hvaða krakki er bestur eða... Já, hann er hvað er þarna sem er undir honum, sko. Miko Hughes. Nei, þetta er allan daginn Kindergarten Cop, sko. Ok. Já. Akkurru? Hún er bara skemmtilegri saga, betra handrit annars, skiluru, og bara, sorry, Stallone þetta var ekki gott hjá félaginu, sko. Er það vestamyndin hans? Nei. Var eitthvað annars þetta eftir svona hug í fljóðubræði? Það er Rhinestone, með honum og Dolly Parton. Hann hef ég ekki séð. Nei, sko, Stallone, hann var með 200 fyrir fram að segja á sín tíma. Romancing the Stone eða Rhinestone. Hann er eitthvað, tek hérna Rhinestone, ég ætla að syngja hérna með Dolly Parton. Michael Douglas bara, já, takk hennur, ég ætla að gera þess að hérna, sko. Og hann segir það sjálfur, það er eitt af stærsta floppið sem hann hefur gert, sko. Manstu árið? Ég meina, er það... Ég held að það sé bara 84 eitthvað svo leið, sko. Já, 84. 84? Þannig að ég held að það... Sko, en ég skal samt alveg viðurkenna það, ég er búinn að sjá Stop or My Mom Will Shoot mun oftar en ég ætti að vera búinn að sjá hana. Af hverju? Og það því að, þú veist, þetta er svona guilty pleasure líka, sko. En ég er samt búinn að sjá Kindergarten Cop oftar, sko. Miklu oftar. Ok, aðalega sem krakki þá? Já. Ok. Þetta er ekki jólamyndi mín, sko. Þetta er ekki mín Lord of the Rings. Og ekki þín Rocky? Og ekki mín Rocky. Ok, Kindergarten Cop. Já. Góð mynd? Bara svona skemmtileg. Og ég held, eins og vorum að tala um áðan með Twins, þú veist, Ívar Reitman er með hana. Ég held að sé bara svona kvikmyndagerðarmaður sem að veit svona meira hvað hann er að gera. En svo segir þetta þarna, Ívar Reitman framleitir þetta hérna líka. Ég er að segja það fyrst núna. Ég var ekki mann takið því. Hann framleiði Stop or My Mom Will Shoot. Ég veit ekki einu svona framleitt hana, sko. En svo líka kannski, þú veist, vondi kallinn í Kindergarten Cop, þú veist, pappin og spilta, þú veist, og mamman þetta dót, sko. Þau voru svona meira scary heldur en hvað var að gera. Ég man ekki þessu hver var vondi kallinn ég man bara hann var í ástokkinna lögreglustjóranum og átti þarna náttúrulega buddy cup, eitthvað sem var alltaf að drekka, nei, var eitthvað líka þarna bara að vissin á, sko. En ég man ekkert, jú, alveg, það voru stolna byssuna sem voru að leita, alveg rétt. Mamma skipti ús í handanum. Já, maður skipti eins og góður maður gera. En, nei. Já, sorry, ég held að ég sé búin að... Þetta er easy. Já, þetta er easy. Þetta er easy. Ísrael? Já, þetta er easy. Kindergarten Cop vinnu þetta, sko. En ég sammála, þetta eru svona myndir á einhverjum ástæðum, ég sé fáralega oft. Báðar þessar myndir. Segja fullorinn líka? Og líka fullorinn líka. Ég maður þegar ég var yngri, sko, þessar myndir, það er stutt á millera. Kindergarten Cop 90, Stop My Mom Will Shoot 92. Og ég man bara á sín tíma, ég horfði ofta á þessar myndir, bara mjög oft. Og ég hef bara drullu gaman að. En þegar ég var að taka endur áhorfið núna, þá var ég bara alltaf, ég ekki sé þessar myndir meira en 10-15 ára eitthvað hlulega. Sko. Ok, þú tókst það báða fyrir þann það? Ég tók báða fyrir þannig að ég var alveg bara, ok, hvernig myndi ég fíla það í dag? Og hvað kom í ljós? Ég fílaði það ennþá.
báða. Líka þessa, Stop Our Mobile Shoot. Það kom mér svo óvart. Að því ég var búin að hlusta á viðtal við Stallone sem hann bara að segja, þetta bara mín mestu mistök, bara ég hafði aldrei átt að gera þessa mynd. Náttúrulega sagan á bakvið ákveður hann gera þessa mynd fáránlega. Hún sönn, held ég samt. Hún sönn, hann segir þessu, Schwarzenegger segir þessu. Tala um í bókinni. Að bara, veist að þarna var Schwarzenegger búin að gera Twins og Kindergarten Cop. Bara 2 gammyndir sem bara algjör í hittarar, bara topp 10 myndir. Og Stallone vildi fara í eina gammamynd að gera, sko. Aðeins að kvíla svo actionu og testa gammynd. Hann tekur Oscar og stoppa með honum. Já, Oscar undan. Já, hann tekur það svona back to back, sko. Oscar, hún svona floppar og svo fer hann að heyra, sko, Schwarzenegger setur út svona fake skilabóð. Hann hafi áhuga að leika í svona mynd, stoppa með Mobile Shoot til þess að plata Stallone til þess að taka að sig þessu hlutverk. Stallone fellur fyrir þetta og tekur að sig hlutverki og þessi mynd náttúrulega verður ekkit mega vinsæl, sko. Var þetta ekki floppa sínum tíma? Þetta var svona, hún var ágætlega vinsæl erlendis. Og veist, hún var svolítið flopp í Bandaríkjunum. Já, og svona alþjóðlega marga... Overseas, alþjóðlega marga gekk henni bara ágætlega það, sko. Þú heyrir það bara, við erum búin að sjá sem mynd allt of oft. Já. En ég held að sé partur af því náttúrulega eins og þú ert að segja, veist, þetta eru bara, veist, þessi 2 gæjar, þetta eru gæjar sem að við bara dýrkum og við fyrirgefum allt. Já. Það bara svolítið svoleiðis. Þannig að ég veit ekki hvort að hlustendur takja sem mynd í fílan. En mér viti að horfa á saman mynd einu sinni og klára það ekki, sko. Ísar, þú segir þessi 92. Já. Ok, þannig að hún gefur ári undan þessari svaka tvennu. Já. Demolition Man og Cliffhanger. Af því að já, hann þurfti ekki á okkur smá kompakki að halda hana eftir þessi mynd. Ég sammála ykkur. Kindergarten Cop, mér finnst þetta alveg mjög easy. Eitt samt í sambandi við þessar myndar, ég horfði á báðar fyrir þáttinn, rosa langt síðan ég sé þær. Ég sá Kindergarten Cop mjög oft þegar ég var yngri. Þannig ég var mjög spennt að reyða hann upp. Hvernig þessar myndir í dag? Ég hef aldrei fíla Stop Our Mobile Shoot, en ég er svona, spenntur að tjekka. Horfði Kindergarten Cop fyrst, komur á óvart, hún alveg nokkuð dark. Já. Og ég meina það gæjar hann að ná barninu sínu aftur og alveg harðsvíra glæpamaður, morðingi, hann á okkur að brjála mömmu sem með honum í þessu. Það alveg atrið sem alveg, ég meina fólk skotið þarna, svo hann eitthvað svona að passa ykkur börn. Og það minnst það svo mikið eitthvað svona 90s, jafnvel 80s, þetta myndi aldrei fljú í dag. Ég held þessi mynd yrði svona meiri svo eitthvað, hvað héttur með, var ekki Vin Diesel eitthvað, The Pacifier eða eitthvað svona þannig. Miklu meira léttmyndi. Þessi alveg, ég meina ekki sammála, hún alveg nokkuð svona byrja dark, svo svona létt í miðin og svo enda dark. Já. Þetta var uppásætti, hann drepar hann að strákinu og eitthvað laus og hann fyrir inn í eitthvað dópæli og byrja bara að skjóta bara, veistu, hvað er maður að fara að horfa á? Og þú veist, fyrir hvernig þessi mynd? Þú veist, ef þetta eitthvað krakka bandamynd, þá var þetta alveg frekar dark, sko. En það bara góð spurning. Var hún PG-13 eitthvað svoleiðis? Ég verði að tjekka, hún hlýtur að vera PG-13. Ég gleyndi að tjekka því fyrir þáttin. En það sem samt líka gaman við þessa mynd, krakkarnir eru bara skemmtilegir í henni. Þeir eru skemmtilegi karakterar. Já, líka góða setninga. I got a headache. Maybe it's a tumor. It's not a tumor. Nákvæmlega. Okkur sé ég ekki... Ég reyna að sjá þetta hérna, þetta er bara 12 uppi. Ég veit ekki séð. Ég held að sé PG-13. Það hlýtur að vera, sko. Kindergarten Cop 2. Já, ég ætla að segja það. 2016. Ég komst að því dag, Dolph Lundgren. Vissu það þessi byrja? Ég hef aldrei heyrt þetta. Herri, þegar ég sé þetta póster, þá finnst mér þess að ég sé það. Ég sem þetta ekki veist. Aldrei heyrt þessa mynd. Svo bara sáðu. Já, ok. En ég sé það ekki, ég sé bara eitthvað svona 12. Hvað? Hún lítur að bytja því. Allavega, það komur á óvart, hann að passa okkur litla krakka og hann er svona aldrei kent áður og eitthvað hörður lögga komin í einu skóla og eitthvað. Það komur svona smá óvart, sko.
En svo það leikona sem ég þykir alltaf vænt Penelope Ann Miller, hún er svo mikið svona 90s leikona í mínum huga, sko. Það leik ég alveg fullt af myndum á þessum tíma. Mér þykir sérstaklega vænt hann út af 2 myndum. Hann getur giskað. Billy Batgett. Nei. Er það 90? Er það 80 kannski eitthvað? Ég sá hann ekki. Er hún Carlitos Way? Já. Það er hann neðra. Og hinn er mynd sem að... Hvað er hitt? Sem við skeggju. The Shadow. Muni ekki eftir henni, það hef ekki séð það. Er það ekki alveg Bolton? Já, alveg Bolton við þig. Það er langt sími síðan. Hinnar ég okkur að stoppa Mamma Will Shoot. Svo horfði ég á bara stöð, ég horfði á Stop for Mamma Will Shoot líka fyrir þannig að og mér finnst það bara dreflega mynd, sko. Hún er, Roger Ebert saði vist, ég sá þetta heldur ADB, eitthvað svona kód fyrir honum, að það væri ekkert skemmtilegt í henni og það væri ekkert áhort í henni. Ég er svolítið sammála. Mér finnst bara ekkert í þessar mynd. Það er líka svo, það sem er kannski líka eitt í henni. Vondukallarnir, sko, þú veist þessi 2 gúfgæra. Þú veist, þegar að vondukallarnir eru orðnir of goofy, hvernig gáttu eru vondukallar? Ég alveg tala. Já, sammála. Þannig að þú veist... Það var svolítið Home Alone, svona goofy, svona... Já, Home Alone 3 goofy. Já, þannig að. Já, Home Alone 3. Já, ég er svolítið sammála. Því að þú ert ekki einu sinni með, það er ekkert sikið bent á eins og Last Action Hero. Charles Dance, alveg svona hvað fólki finnst myndina, hljóta flestur á sammálum að hann er helviti skemmtilegur. Sem Benedict, með augað og hann er alveg skeri vondugall. Það er vondugall. Þurfti alla eitthvað svoleiðis í þessa. Það voru alltaf einhverjum sem goofballs og einu og mikið eitthvað svoleiðis. Mér finnst hún reyndar ekkert slæm. Estelle Getty, mér finnst hún ekkert slæm hann, og ég meina Stallone, mér finnst með þessa gæja, mér finnst alltaf gaman að horfa á þá. Þú veist, þó Stallone sé einhverju draslmynd, eins og þannig, mér finnst það bara draslmynd. Mér finnst alltaf gaman að horfa á hann. Það er aftur ástæðan að hverju eru búin að sjá þessa mynd allt oft. Já, en ég ætla ekki að sjá hann aftur. Þú segir það? Já, nei, en málið er. Tölum saman þér ár. Þegar maður er kona ákveðan aldur, nú er ég 40 plus, og ég ger mig grein fyrir því núna, maður pæla ekki því svo mikið þegar maður er yngri, að ég ef ég er heppinn, þá er ég vonandi góð 40 ára eftir. Segjum það. Þannig ég er hálfnaður með ævina. Og þegar maður er einhvern spöll líka við 2 litla strákinda, takmarkaði tími og nú er ég fann að finna þegar ég horfa myndir. Já, ég á aldrei að segja þess aftur. Þú veist, ég mun aldrei... Þú komin á þann stað í lífinu að, nei, byrju, ég á bara 40 ára eftir, ég get ekki að horfa þessa mynd. Nei, ég frekar til að horfa á Predator í sko 50. skipti heldur en Stop for Mamma Will Shoot aftur. Ég fann svo mikið fyrir því ég gerði Nightmare on Elm Street þáttinn, þá var ég að horfa á allar Nightmare myndirnar. Og þá var alveg nokkrar hana, því minnst nokkrar mjög góðar. Svo nokkrar hana sem ég bara, vá, ég finn það bara. Ég mun aldrei á ævi minni að horfa aftur á þessa mynd. Það er eitthvað sem ég hugsa aldrei út í fyrir 5 árum síðan, 10 árum síðan. Þannig að ég get sagt það núna í podcastinu, ég mun aldrei horfa aftur á Stop for Mamma Will Shoot. Never, finnst ever. Þér Stallone, finnst þér hann góður sem gamanleika? Málið er sko með Schwarzenegger. Góð spurning. Hann átti góða gamanir, sem voru mjög vinsar. Twins, þessi, Jingle All the Way. Stallone, er eitthvað gaman sem hann gerir sem var góð? Eina sem er dettur í og sem ég fannst ágætlega skemmtileg var Grudge Match með De Niro. Mér fannst hann ágætlega fyndinn. En hann aldrei, mér fannst einhvern veginn ef Stallone hefur leikið Kindergarten, ef Stone hefur leikið Twins, ég held að það myndi hefði alveg verið vinsara líka. Gallin við Oscar er að hún er farsi. Hvað það er nær? Æ, fyrirgeðu. Hún er farsi hún virkar ekki sem bjó, hún virkar sem leikrit, sko. Þannig að ég held að, og það er ekki honum að kenna, sko. Nei. Mér finnst það alls ekki slæm mynd, sko. Ég hef ekki séð hann í 100 ára. Það er langt síðan, ég fílaði hann aldrei, sko. Nei, og ég get svona nokkuð þess að peninga. Það er vegna þess að hún er þessi farsafílingu, sko. Þannig að, en nei, þegar við vorum, að þú ert búin að senda endalega lista fyrir þáttinn, sko, og ég er, þú veist, að hugsa, hvernig, hver er alltaf að segja að Schwarzenegger sé betri? Það er bara ekki hægt, það er bara rúl. Já, miðað við listan. Já, en ég fór samt skoða svolítið aðeins bara IMDb katalógið þeirra og ég er alveg sammálaður.
Schwarzenegger er miklu betri sem sagt gamanmyndar. Grínleikari, já. Og þar hefur hann klálega vinningin yfir Stallone. Ég ætla að spyrja ykkur, eru þeir fyndnir? Bussi frá, ég meina eins og taka dæmi, mér finnst Schwarzenegger mjög fyndin í True Lies. Bara, það er ekki beint grínmynd, auðvitað húmorinni, en mér finnst hann persónulega fyrst með hann fyndin. Já, Er Stallone fyndin? Þó hann hafi kannski verið misefnum grínmyndum, er hann fyndin í Demolition Man eða eitthvað, sem eitthvað smá húmor. Mér finnst hann bara líka, sko. Eins og Tango and Cash og fyndin, sko. Heldur betur. Og jú, kannski annað sem að Schwarzenegger hefur það aðeins vinningin yfir. Ég held að sé meira af þessum one-linerum í bíómyndunum að Schwarzenegger heldur í Stallone. Heldur sé fleiri svona one-liner hjá Schwarzenegger? Og ég held að bara myndirnar hans eru bara þú veist, hann er bara í þannig myndum. Já. Og hann líka, hann kláraði að kvóta sinna alveg í Kommando, held ég bara. Bara í þeirri mynd. Hann bara talar one-liner um það. Nákvæmlega. Hann bara fullkomnaði one-liner. Við komum betur að því á eftir. En hvað haldið? Þú veist að tala um katalógin. Þú veist, ef þú skoða bara, við erum bara að tala um nokkra myndir í dag, við erum búin að leika svo mörgum. Og þetta er rosa mikið mitt, 80s og 90s, þannig að svona þeirra bestu verk. En þetta tækir bara allan svona katalógin. Segjum bara alveg, ég veit ekki, 25 myndir á manni eða eitthvað. Og þið þurftu að gefa einhvern, þið bara setjast niður, bara gefa einhvern. Bara Rocky fæst svona mikið einhvern og þarf fram til göttunum, klára það, svo myndi reikna meðaldal. Hvor haldið sé með herra meðaldal? Stallone. Bara í gæðum. Haldið sé Stallone? Já. Ég held að sé rétt. Þau eru búin með þetta. Já. En heldur þú Schwarzenegger? Nei, ég held að sé rétt hjá okkur, sko. Já, það sem að... Sérstaklega eftir 2000. Já, því að Schwarzenegger lendir. Katalógi hans er orðið svona svipaðar eins og Bruce Willis svolítið, sko. Það eru fullt af myndum sem að ég ekki séð, sko. Nei, mitt. En Stallone er ekki mikið þar. Það er eitthvað. Og líka, ég myndaði bara Rocky Balboa, hún er náttúrulega eftir 2000. Það er einhver mynd hjá Schwarzenegger eftir 2000 sem gerst nála þeirri mynd. Bara Expendables, það er út af því að Stallone heldur honum. Já. Ræðan það kannski. Hann er aukalegari það, sko. Já, einmitt. Nei, ég held að, þú veist, hvað heitur hann The Sixth Day eitthvað svoleiðis. Hún er heldur eftir 2000, það er ekkit... Er hún ekki 99? Hún er 99 eða 2000. Já, ok, hún er einhver starf af þessum landamærum hana. Minnur hún sé akkur 2000. Hún er 2000, já. Já, ég man að End of Days var 99 og svo Sixth Day kom 2000. Já, rétt hjá, 2000. Ok, Kindergarten Cup, höldum áfram. Vísir það? Jep. Mér varst þetta no-brainer macho. Já. Cobra versus Commando. Hvor er skemmtleri? Hvor er betri? Hvor er mér uppáhaldið? Sko, máli er ég sé Commando allt og oft. Þegar ég sá Cobra, það eru 2 myndir á þessum lista sem ég myndi eiginlega ekkert eftir. Ég hafði bara séð einu sinni. Okay. Og önnur mynd, það var meira þess að Cobra. Ég myndi ekkert eftir myndinni. Þannig þegar ég horfði á hana, það var bara eins og ég var að horfa á hana í fyrst skipti. En þú hafði séð hana? Ég hafði séð hana. Einu sem ég myndi eftir og myndin var bílið sem hann kerði á, sko. Það var einu sem ég myndi. Ekki það að klippir pítsusniðina. Mér finnst alltaf svo galið, sko. Og hann er alltaf í hönskunum, hann tekur aldrei hanskan af sér alla myndina. Ég var bara að borða pítsu, hann er ennþá í hönskunum, byrja alltaf ekki að húsa með hönskunum, kom í heimtíð. Ok, þannig að þú horfður aftur á það. Ég horfði hann fyrst skipti og hún var bara drullu góð. Okay. Þetta er bara mjög mikið svona, hún er bara mjög stutt þessi mynd. Þeir eru heldur sér báða bara eitthvað 90 mínútur, sko, þessar myndir, sko. Þetta er algjör svona bara popcorn flick myndir, sko. Góðar? Þær eru, sko, entertaining, mjög svo. Góðar ekki, Predator góðar kannski. Í Racer góðar? Nei, minnst í Racer betur en þeir báða þessar myndir. Já, ég tegundi það. Og Sammála. Þetta er bara svona þetta one man army theme hjá þeim, sko. En að því ég sé Commando svo oft, þá verður hún að fá vinningin. Mér finnst bara byrjun á myndinni þegar hann er labbandi úr skóginum með vélsu í annar hendur og svaka trjádrum og alveg bara vöðvan er bara svítin leikur og bara kamera bara zoomar inn hérna bara svo allir pappar eru, þú taka til í galinu bara svakalega
Mér varst ekkert merkjál, ég sammála Binna, við erum allir svona. Nákvæmlega. Svo náttúrulega bara þetta suit-up scene þegar hann að græja sig hérna bara í þessum búning, sko, þetta svo ógeðslega flott, sko, þannig að fara í loka bardaga, sko, þannig að setja alla gýran á sig og lappar inn með haglabyssun og byrja svo bara að stúta fólki, sko. Þetta ekki hans svar við Rambo? Jú. En Rambo 2 samt, sem við komum betur að þetta hún alltaf var svolítið býr til hennar Rambo sem við þekkjum, frekar en fyrsta myndin, hún ekki sama ár? Sama ár. Ég var bara að pæla hvort hann hefði séð hann á, já ég verði nú á topp, nú er eitthvað svona, en það var kannski ekki. Það var bara Magnus, þeir komu út sama ár, sko. Sama ár. Já. En ég ætla að segja Commando hafi vinningin hennar, sko. Báðar mjög skemmtilega samt, svo myndir. Binni? Sko ég get sagt ykkur skemmtilega sögu Cobra sem að ég lærði bara daginn í skólanum. Ég var í filmhistory. Hún var lengri. Hún ég held að það sé 84 mínútur. Já, hún er mjög stutt. Já. Málið það, Top Gun kemur út á sama tíma og Stallone í svo, þú veist... það sama ár? Hún ekki 86? 86, já. En þessi 85? Þetta er 86 líka. Já, hún er 86. Cobra er 86, já. Og sem sagt, og sko Stallone svo mikið í mun að vera stærsta bíóstjarnan í Hollywood. Að hann sem sagt lætur stytta hana þannig að hún fær fleiri sýningatíma í bíó heldur Top Gun. Þannig það fullt af efni sem vantar bara, sko. Þetta svona svipar svo Godfather þegar það vildu stytta myndina til þess að koma inn oftar í sýningu, sko. Já, einmitt. Þannig að Stallone fekk það í gegn, sko. Þessun hún svona stutt. Ég veldi fyrir mér að hún væri svona svakalega stutt. Ég las þetta líka, því ég var enda að spáði, það var eitthvað atriði í myndina sem þau eru að koma að labba út úr spítalunum og myndalinn svona langt í burtu og þau eru eitthvað að tala og þau eru eitthvað að segja eitthvað og svo allt í einu labba niður stíðan og svo sé ég á vörinu að Stallone ennþá hreyfa varinn, en það heyrist ekkert hvað hann að segja. Og ég byrju, hvað þetta skrítið eitthvað sound? En þá kom í ljós, sko, þá var eitthvað atriða sem að einhver warden, eitthvað var drepinn og hann var eitthvað að tala það. Sem var klippt úr myndinni. Því að bara klipp úr myndinni, þá er að mjúta það, sko. Nú sér hann bara labba niður. En finnst ykkur ekki finna aðeins fyrir? Hún er svolítið klippt. Jó, maður finnir það. Jú. Er svo vandi smá hérna. Þetta kemur ekki óvart. Nei, en sko... Nú ert þú mikill Stallone maður. Já. Komdu peppaði hérna? Já, nei, bara, fyrir mér þetta Cobra. Allan daginn. Ég búin, þú veist, alveg, ég búin aftur, ég ekki búin að sjá hana nóg oft. Men þú búin að sjá Commando aftur. Þú taka var Cobra aftur bara. Nei, en ángríns, ég hef oft hort á Cobra bara til að skella ykkur ræmu í tækið. Bara, þú veist, ég veit nákvæmlega að fara að gerast, en mér langar bara í pop og coke og bara entertaining, sko. Ég hef ekki gert það nóg oft með Commando. Og það sem að og ég get alveg kom inn á líka, ef þið hafið séð heimildamyndina Sly. Já, á Netflix. Á Netflix. Hún er skemmtileg. Hún var alltaf stutt bara. Það okkur er það ekki séri eins og Schwarzenegger fyrir. Nákvæmlega. Sammála. En það sem að mér finnst að megin munurinn á þeim báðum, eða þess í myndunum og Stallone talar þetta og þar að leiðandi hef ég meira kannski gaman af Stallone myndum heldur en Schwarzenegger. Stallone alltaf nærðið að deyja í lokmyndunum áður að þarf að svona rise up to the occasion að meðan hann svona, hann svitnar, hann alltaf sveittur í byrjun. Það svona óstöðandi. Hann bara óstöðandi aflega. Já. Þannig að hann aðeins mannlegri Stallone. Já. Þú veist, hann nær okkur, strákar. Við gætum þetta. Ég ekki viss með þetta. Við gætum þetta. Þetta kjaftaði hérna. Þetta raunverulega. Nei, fyrir mér, eins og segi, Cobra klálega að færa vinningin þannig hefur mér, sko. Já, þannig að þið ekki sammála. Nei. Ég hef með smá svona stutta sögu, kannski ekki saga beint, þetta var þetta sérstaklega Cobra. Ég sá hana þetta því ég var yngri, ég keypti hana Vaffa S, að ég var náttúrulega mikill svona action-gaur og auðvitað elska þá báða. Aldrei fíla hana. Fannst alltaf drasl, meira sem bara ég úlingur. Commando, og svo kem ég eftir að því ég horfði á þess aftur fyrir þáttinn. Commando hef ég aldrei fílað. Mér finnst þú fara yfir ákveðna línu, ákveðna þröskuld og þá er þetta bara orðið eins og spúfmynd. Já. Að ég elska eitthvað one-man army myndir, gæi sem að bara rústar öllum, beða og skýtur á og mér er alveg saman það óstöðandi, allt í góðu en þetta er svona fílína fyrir mig persónulega og ef þú fyrir yfir það þá er þetta orðið bara svona spúf
þá finnst mér þetta ekki töff, þá finnst mér þetta ekki skemmtilegt. Og hann tala bara í one-linerum, ég horfði ekki Commando fyrir þennan þátt, en ég horfði á Commando aftur fyrir kannski árið síðan. Því ég var aldrei fílað hana, ekki eins og því ég var úlingur. Þannig að mér var svolítið gaman að setja það saman, bara með svona fílaðilega hvora. Þetta meira fyrir þig heldur en okkur. Þetta fyrir mig, þetta matur fyrir mig. Þannig að ég get ekki sagt þessu góð, ég get ekki sagt, mér finnst ekki eins og það skemmtileg, þá horf ég frekar bara okkur grímynd. Mér finnst Jingle All The Way skemmtilega en Commando, til dæmis. Cobra horfði ég hins vegar á aftur fyrir þetta podcast og Höddi félag minn, sjátt á Hödda félag minn ef hann hlusta á það, þannig hann er alltaf að Cobra. Við gerum eitthvað svona 80s þátt, bara þegar podcast var til dæmis nýbyrja, þá var hann eitthvað Cobra, hún er skemmtilega, hún er flott, eitthvað svona. Og ég alveg, nei maður, þetta er bara drasl. Horfði aftur á hana og hún byrjar svona þokkala fyrir utan þeirra ógeðslega hallarsleysi gæjar, klang. Þetta er bara, veist það, fáránlegt. Þegar hann kemur hann í búðuna, það er eitthvað psycho í ykkur, þetta ekki maturbúð? Og hann kemur hann það, með sólglurun, hvernig hann er klæddur með byssuna. Og eldspýtuna. og einmitt þess að hanska og eitthvað. Og, já, þeir segja ekki, call the Cobra. Já, því hann heitir Cobretti, kallaði Cobra. Þá var ég alveg bara, ok, kannski er þetta bara skemmtileg myndið með myndi. Ok, svo kemur hann atriðið hann í maturbúðinni og segir hann eitthvað, ég er með sprengja upp búðina, I don't shop here, segir eitthvað svona, geðsvalur. Þá er ég alveg bara on board, bara já, maður, geggja 80s harka maður. Svo verður þetta bara leiðileg mynd, finnst mér finnst þú utan að Papa Gók, mér finnst þú ekkert sérstaklega skemmtileg, mér finnst það glatar vondikallar, þetta er eitthvað köld af einhverjum gæjum sem er eitthvað, ég veit ekki hvað að gera, drepa bara eitthvað fólk og eitthvað. Já, þeir eru að hreinsa til á jörðinni. Hreinsa til á jörðinni, eitthvað. Mér varst félagans ekkert skemmtlegur. Ég vil að láta hann gera aðeins meira. Ég vil að setja þennan karakter, Cobra, þetta look, Marion Cobretti, líka cool nafn. Ég vil að setja það skemmtileg mynd. Það er mitt take. Get ég sagt pass? Nei, það getur ekki. En sko, það sem þetta er góð punktur sem þú nefnir hana með einmitt löggu félagann. Þetta hefði verið svona, gæti verið, hvað maður segja, tilvalið tækifæri til þess að vera eins og Lethal Weapon dæmi, hefði verið góð lögga með honum, sko. Já, þannig feelingur. Já. Strax rifið hann aðeins upp og svo þetta væri ég til að sjá þessa lengri útgáfu, þegar hún er svolítið snubbótt og svona fljótt að gerast. Mér fannst vondikallinn í Cobra, þessi Night Slasher, alltaf hann byrst skjánum, ég hugsaði bara, báka hann er líkur Schwarzenegger. Já, bara sem munnsýpur. Já. Ég held að það var oftur talað hann, þetta er Brian Thompson. Já. Ég þekki hann alveg X-Files. Já, ok. Stótt hlutverk þar. Hann er svolítið líkur með Schwarzenegger. Ég get ekki valið. Þetta verður tæbreykað þá í lokin. Við þurfum að koma með þessu. Ok, höfum það þannig. Í alvöru tala. Ég á bara mjög erfitt með þetta. Mér finnst það bara frekar glataðar. Mér fannst líka svolítið cheesy hann í lokmyndarina þegar hann hellir, þegar að berjast þarna í blokabardaginn í Vestmiðinni og hann hellir bensíni í gaurinn. Þá loksins kemur hann eldspýtan í kjaftinu og notkun og hann segir svona you have the right to remain silent, kveikir og svo hendir á gaurnum, byrjar bara að kveiki gaurnum og allt í bara poppa sem one-liner out of nowhere, sko. Ja, þetta er ekki, ætli þetta sé ekki mestan one-liner myndina Stallone. Já, ég held það, sko. En ég meina, þú veist, you're a funny guy, that's why I'm gonna kill you last. Og þú veist, í Commando eitthvað svona, sko. Ekki gott, sko. Nei, svo spyrir hann, what you do with Sully? I let him go. Já, þegar hann sleppur og það var alltaf eitthvað svona. Mér finnst líka, já, við komum kannski aðeins betur á eftir. Hún er 85 eða ekki Commando? Já. Mér fannst Schwarzenegger verða svo miklu betri. Eftir. Mér finnst ég sjá svo mikið mun. Stallone. Stólinn á það á 10 ára forskot á hann í bíó. Já, ég veit algjörlega, en hann í Rocky, ég man ekki alveg, menn hann var ekki búin að gera, það var ekki alveg fyrsta myndir hans, hann var búin að gera eitthvað. Já, hann búin að gera eitthvað myndir. Eitthvað alveg smottir í. Það er fyrsta allavega held ég aðhlutur ekki hann, sko. Já. En þú veist,
leiklega séð þá finnst mér sko gigantísku munur á honum, bara í Rocky versus Schwarzenegger alveg fyrstu árin. Já. Að því hún tala um að við erum saman á Schwarzenegger, nei að Stallone sem heitir leikari, ef við tökum bara fyrst, ég held bara, ef að Schwarzenegger, aftur, þetta er bara mitt álið, ef að Schwarzenegger hefði leikið í Commando 90, 91, eða eitthvað, ég held að mér finnst hann í svo gömlum myndum oft svakalega styrður, mér finnst hann ekki alveg, hann varði meira smúð. Já. Eins og ef þú tekir Schwarzenegger 85 og lætur hann í True Lies, það aldrei gengi, sko. Þú þarft alveg að vera svolítið leikari í þeirri mynd, sko. En komum því betur eftir. Þetta er jafntefli, þannig að annað kemur í ljós og eftir. Þetta er hæsta body count Schwarzenegger Commando. 81 kills. Já, ég er enda trúið því alveg. Þetta er alveg svona, líka svona lokaðrið, já. Mér finnst ekki töff hasar í þessu. Höldum áfram, grænja meira hérna yfir Commando. Það er Binni. Já, þú veist, þetta er ekki spurning, sko. Hérna er Binni var að hissa á sig. Já, þú varst bara að tala um það áðan að, þú veist, Schwarzenegger vantar að slípast til eitthvað og þú vilja bara eina fyrstu myndunum. Þá var ég að hugsa þessa. Ok, við erum að tala um Lock Up með Stallone versus Conan the Barbarian. Ánum svara Binni, þá ætlum ég bara að segja ég valdi Lock Up að ég aldrei séð hana. Okay. Og mér langaði að hafa eina mynd sem ég hafði bara aldrei séð, þá hafði ég svona afsökun til þess að horfa á hana. Þannig já, ég var að sjá hann í fyrst skipti. Binni, þú hlærið það þessu. Já, sko, það sem er samt gaman við Lock Up er að, þú veist, við erum að sjá Stallone, ég held að þessi fyrsta myndin, það sem við sjáum hann, það sem hann er ekki in control, sko. Og það er, þú veist, fyrir hann það er fangelsi. Já, og inn í 80s sem mynd kemur út, sko. Það er örugglega ákveðið challenge fyrir hann, því hann er að reyna að vera svona after larger than life bíókarakter og annað, þannig þetta er örugglega verið challenge fyrir hann að gera þetta. En mér finnst þetta fín ræma og Donald Sutherland geggjaður í henni og hvernig það svona verið að manipulata hann í þessu fangils og annað, sko, er gaman, þannig að fyrir mér er þetta alltaf bara Lock Up, sko. Þú nefnir ekki eins og Conan. Er hún góð? Nei. Ég held með Conan. Af hverju? Aftur, hann á þessum tíma er bara maðurinn, hann á ennþá að vera í leiklistaskóla, sko. Hann kemur þarna bara út af vöðun. Það gerir seinna hjá Stallone, sko. Stallone verður það ekki fyrir en sko 10 árum eftir hann búin að gera Rocky. Góður punktur. Mjög góð punktur. En hann gerir Rocky 1 og 2 og hann er ekki ennþá komið þarna, sko. Þú veist, hann er ekki orðin þessi bodybuilderinn í Rocky 3 rauninni, sko. Það er mjög góð punktur. En það sem að ég held að, þú veist, með þeir sem elska Conan hefur náttúrulega bara svona cult following og ég geti trúið í að þeir sem eru á, eða þú veist, elska sögunar, þú veist, comic books og það, að það sé fólki sem að dýrkar þessa mynd, sko. Já, sem kannski dýrkar sögunar. Já, þú veist, bara, og fyrirgefið þá restinni, sko. James Earl Jones er klálega besta við þessa mynd, sko, og hann er samt ekkert sérstakur í henni. Sorry. Ég hef margt að segja, ég kem að því að þið. Ísrael? Lock Up, það var svona svipað eins og með Cobra, þetta er mynd, ég hafði bara séð hana einu sinni og ég myndi ekkert eftir henni, sko. Þannig að það var mjög gaman að þið baðist okkur að horfa á þessa mynd. Mér fannst þú bara nokkuð góð. Hún komið svona óvart að eins og ég byrja að horfa myndina, ég myndi ekkert hvernig var, svo bara þegar lokaðir kemur, þá myndi ég hvernig myndir endaði, sko. Ég sagði, hann alveg endaði svona. En þetta er mjög góð punktur, þarna er Stallone ekki in control í sínum aðstæðum. Fínasti leikur hjá hann. En Conan the Barbarian, ég er svo mikið... Þú valdir hana, þú valdi hana. Hérna. Ég valdi hana. Það var Ísrael sem valdi hana. Ég er svo mikið sword and sorcery myndir. Og þetta er bara 80s svona myndir, svona skylmingar og gladiators. Þetta er bara besta myndir sem kom út inn í 80s. Er þetta besta? Þeim genre finnst mér, sko. Okay. Ekki ég sé alla það myndir, mér finnst þessi mynd svo ógeðslega entertaining. Í þessu svona... Þessum geira. Þannig ég ætla að match up þessar tvær myndir, þá ætla ég að gefa Conan vinningin. Já! Þú getur ekki sagt pass 2 í röð, sko. Nei, ég skal segja reitt, þetta var ekki pass. Þetta er easy.
Mér finnst þetta bara svo skemmtileg mynd. Mér finnst bara allt þetta, þessar sviðsmyndir, þessar útutökur, þeirra byggja upp sviðsmyndinar. Það er svo gaman. Ég held við komum svolítið inn á þetta þegar við tókum þátt 300 hjá þér og varst með bíómyndina 300 í lokin og vorum ekki að tala um hvernig hún eldist. Svona svo kvikmyndtaka. Betur þessi? Mér finnst, betur þetta? Nei. Mér finnst þetta eldast betur en 300. Ok. Mér finnst Conan ógeðslega skemmtileg. Þetta er bara svo fáralega skemmtileg. Ég elska, sko, Binni, bara svo vitur að Ísrael er oft með mjög skemmtilega skoðanir. Já. Mjög skemmtilega skoðanir. Svo hún er vist Mission Impossible 2 besta. Já, ok. Ég stendur það. Það stendur það. Það er svona elska Ísrael. Ok. Þú segir Conan, Binni, þú segir Lock-up. Mér finnst þetta svo létt. Þetta er léttasta matchupið. Þetta var svolítið svona afgangsmatchup. Ég var búin að setja saman ákveðna myndir. Það kannski meikar ekkert sens, einhvers fangelsismynd með Stallone á móti, einhverja Sword og Sorcery, eitthvað Schwarzenegger, eina af hans fyrstu myndum. Sko, Lock-up allan daginn. Ég gæti ekki klárað Conan aftur því reynda að horfa á hann yfir podcast. Mér finnst þetta bara, mér er alltaf svo lélegt. Já, hún og Destroyer líka. Conan the Destroyer, hún er ekki góð heldur, sko. Sorry. Hún er reyndar mjög svona PG. Það var tekið allt blótt og gór og þeirri mynd, sko. Þeir ákveða eitthvað PG þá mynd. En var ekki... Ég nenni ekki að sjá hana. Ég valdi að sé þá mynd. En málega, mér finnst það svekkjandi að því mér langar svo fíluna. Einhver harður gæi bara með sverð og hann er að rústöll eitthvað. Mér finnst það geðveikt. En þetta er bara svo léleg mynd. Lock-up. Sjá hann í fyrsta skipti, mér fannst það svo gaman, mér finnst það bara drullu fín mynd. Já, hún er það. Ég átti ekki von á miklu, Nei. af því ég hugsaði, kannski er eitthvað ástæð, ég sá hann aldrei, hvað, ég verð að tjekka hann, Fangelsinn með Stallone. Mér fannst hún alveg við meðalagi, sko. Já. Mér fannst hún bara drullu fín. Það er bara skemmtilega óvart. Kemur skemmtilega óvart. Bæði hann, sagan, tala um Sutherland, ég man reyndar ekki eftir að hafa séð Sutherland lélan. Nei. Ég elska Donald Sutherland. Frábær. Æðislegur. Og alveg saman hvað hann leikur í litlu hluturki myndum, mér er alveg sama. Veist það, alltaf Backdraft, geggjaður. Geggjaður í Time to Backdraft. Kill, geggjaður. JFK, hann er geggjaður í JFK. Gefur alltaf með alveg bara svaka monolog atriðurunni og hann er geggjaður þar. Ég elska hann. Ég er þetta fyrir líka Kiefer. Bara þessa feðga. Bara mjög skemmtilegir. Ég hef viljað sjá Donald meira í þessari mynd. Það var svona eitt sem ég set út á Lock-up. Ég hef viljað sjá meira. En þegar hann er, minnst hann alveg, þú gleymur hann ekki. Nei. Þetta er ekki vondukallin í Stockholm og Mamul Shoot. Nei. Þetta er ekki þannig dæmi, sko. Nei. Og mér finnst það svona skemmtileg pæling, hann er svona að hefna sín á þessum gaur og setur hann eitthvað svona, hann er alveg að fara að klára dóminn sinn og er bara, þetta er ljúft líf hann í þessu fangi sem hann er í fyrst og svo er hann færður í eitthvað allt annað, miklu, harðara fangi og Tom Sizemore er hann, ég held að þetta sé bara fyrsta hluturkjæðis eða eitthvað, allan í bíó. Já, eitt af þið fyrstu. Veist, hann skemmtilegur, hann er líka leikari sem ég þykir, eða þótti mér væntum, sem ég er dáinn. Það var drullu góð. Svo horfði ég á Conan, mjög langt síðan. Síðana, bara síðast þegar ég var bara úlingur, nú tek ég Conan. Ég verð að taka Conan. Þetta er Conan. Ég gat 40 mínútur. Svo bara gafst ég upp, ég nenni ekki að. Ég nenni ekki að tíðanum í þetta. Og það er orðið 40? Ég er orðið 40, ég er að tíma, ég er að tella niður. Nú er þetta bara downhill, finni. Og ég hugsaði mig, sko, með strákana mína, það eru mjög marga myndir sem ég ætla að sína þeim. Maður er bara komið í lista, í haustum er ég bara komið í lista. Þess er ekki á lista. Ef þeir spurjum út í Conan, að því að strákana mínu er alltaf tölvöld yngri ég, þá ætla ég að segja við þá, þið með því þá eigða eitthvað tíma í Conan. Ég er ekki að fara að horfa á þessa mynd. Bara að gera það fyrir 40. Mér líður síðan ég bara fara að kveðja en heim bara næsta ári. Þetta er ógeðslega auðvelt. Þetta er auðvitað auðveldasta matchupið og það er Lock-up. Það er ekki ágjörð að þetta sé jafntefli eða þetta passkeptaði. Það sem hefði kannski verið skemmtilegra matchup á móti Conan hefði bara verið sko Masters of the Universe með Dolph Lundgren. Já, það hefði verið svona skemmtileg. Við hefum alltaf haft kannski meira til að tuðum. Ég myndi taka samt Masters of the Universe. Já, ég held það líka. Mér finnst þú skárri. Það er bara út af því að ég elska He-Man. Já, en mér finnst það bara skárri mynd, þó er ekki góð. Langt síðan ég sé hana. En hafið ég séð endurgerðina sem kom úr 2011? Nei, með Jason Momoa. Ég sé hana. Hvernig er? Ég hef ekki séð hana. Ég sá hana. Þið eru hvort búin að sjá hana? Ég er ekki búin að sjá hana. Já, ok, ég nefnilega, svo fyndið, þið voru að horfa þessa, að því ég sagði, ég hefði viljað fíla hana, og ég var búin að gleyma
Momoa myndinni og ég hugsaði, vá, þessi fullkomin fyrir endingjörð. Alveg, þeir búinir að þeir gerðu endingjörð og ég er búin að sjá hana. Mér fannst Momoa fínn í henni en hún er ekki alveg nógu góð. Nei. En mér finnst hún, þetta er kannski hot take fyrir nördar sem að hlusta á hana þátt. Mér finnst hún skemmtilega þessi. Þetta er Schwarzenegger. Myndin er bara svona. Já, byrju, eða þá, skemmtir, einmitt, annar matcha. Fyrsta myndin Stallone gerir og fyrsta myndin sem Conan gerir, nei, Schwarzenegger gerir. Hvor er betri skilur líka? Sko, fyrsta er það ekki Pumping Iron? Nei. Það er alltaf heimil. Já, reynda. Hercules Er það Hercules nú? Hercules hefur þið séð hana? Nei. Ok, ég mæli með, ég reyni alltaf að horfa á lélega myndir á til, þá fæ ég svona meta miklu betur góða myndir og ég horfði á Hercules í New York. Er það ræðilega? Þetta er svakalega léleg mynd, en hún er svo léleg og hún er góð. Já, Hún er þannig, það er atriða í Central Park, þar sem hann á að berjast við björn og það er svo augljóst að þetta er maður í búning sem hann er að berjast við. Þetta er bara svona fáráleg mynd. Er hún verra en Conan? Þá er þetta nú skemmtarnagildi. Já, sko, Hercules New York er lélegasta Schwarzenegger myndinni. Hún er Conan, maður. svakalega léleg. En hvað, fyrsta myndin af Stallone? Er það bara alveg fyrsta? Já, ég segi bara, ef þú myndir taka bara, ok, eða bara hvað er þessi númi í röðinni hjá Schwarzenegger, þetta er önnu, þriðja, fjórða myndin hans og taka bara önnu, þriðja, fjórða myndin af Stallone. Hún er betri. Og bara, já, þú veist, náttúrulega, við veitum ekki svo hvað mynd það er, hún er betri. Nei, er hún satt betri? Já. Sorry, Ísæl, ég veit að þú valdir þessa mynd og þetta er cool poster og eitthvað, en ég meina, kom ekki líka Red Sonja? Ég hef ekki séð hana, en hún var víst hræðileg. Ég er bara að forðast hana. Og sko, ég held sangat sko kredit að hann er ekki að leika Conan þar. Nei, það var eitthvað svona legal issue. Já. Hann er að leika Conan, en hann má ekki kalla sig Conan. Nei. Hann heitir Kalidor í myndinni. Ok, já. Herru, bara þessi umræði er lokið. Conan að Stallone að leika á móti honum. Einmitt. Bridget. Það var fyrsta bíómyndin hennar. Hvað árið það? 85. Já, þannig að það er fyrir einmitt Cobra og Beverly Hills Cop 2. Já. Hún er Og Rocky geggjur Beverly Hills Cop 2. og Rocky 4. Og Rocky 4. Rocky 4. Ég fíla þessa leikun. Já, hún var mjög góð, 80s. Mér finnst hún frábær í Creed 2. Hún segir ekkert mikið. Hún var mjög góð. Ég var bara að gleyma, hún er í Creed 2. Já. Hún er leikur mamma Drago. Já. Alveg rétt, maður. Vá, ég hef klikkað á þessu ef ég er spurður að þessu ykkur quizzi. Hver leik mömmuna? Eitt með varandi Lock-up og þessar eldri myndi sem maður hefur ekki séð, því ég var að sjá hana bara í fyrsta skipti og mér er svo gaman að fara svona tilbaka af því að ég kannski hef gagnrýnt svona nýjar myndir fyrir að bara, mér finnst ekki nógu gott. Að fara tilbaka í myndir sem eru 30-40 ára gamlar, kannski eldri, aldrei séð, þannig ég hef verið engar tengingum við þessum mynd. Þetta er ekki einhver nostalgíu tenging. Þetta er alltaf bara ég fíla Stallone, það er eina sem ég hef. Og svo gaman að hitta á bara, þessi er bara drullu góð. Mér varst hann ekki eldast illa, mér varst hann ekki hallærsleg, bara drullu góð. Lock-up tekur þetta. Hún er alveg svipað eins og Predator, hún gerist í fangilsi, þú veist, eitthvað svona bara staði sem við þekkjum ekki. Já, einmitt. Og fyrir okkur hefur það alltaf verið eins, einhvern veginn. Já. Þannig að þú veist, einmitt, umhverfið það eldist verður ekki hallærslega. Og ég er líka algjör sökk á þessu fangilsmyndum. Þetta var Lock-up. Þú ert að byrja. Þú ert á 8 tölunum. Við erum að tala Rambo First Blood Part 2 versus Terminator 2 Judgment Day. Ég sagði, þú valdi Rambo 2. Já, ég fannst bara, við urðum að hafa Rocky mynd og Rambo mynd og ég var mikið að spá í hvaða Rambo mynd ég ætti að velja. Og mér fannst bara að hann var svona mest macho í Rambo 2 fannst mér. Og þarna var hann svolítið til sem þessi Rambo sem við þekkjum. Þarna var sko, þú veist, Ronald Reagan fórseti sko, myndist á hann í einhverju ræði sko, sem endaði á því bara, þessi mynd bara var bara næst vinsælasta myndin sem kom út 85 og eftir Back to the Future. Huge, 85 var huge Stallone. Hann átti mynd nummer 2 og mynd nummer 3. 85? Já, það er það ekki Rocky 4 og Rambo 2. Já, Rocky 4. Hælíði og næst vinsælst og þriðji vinsælsta mynd í árinu. Crazy áhrif. Það er vel gert sko. Það er mjög vel gert. Sko, ef þú hefur spurt mig að þessu fyrir svona 20 ára síðan, þá hef ég sagt Rambo 2. Væri betri. Frekar er T2. Já.
en eftir maður eldist Verður gáðari. Já, verður gáðari og maður horfur myndir og ég tók svona Rambo áhorf fyrir ári síðan og þá ákveði ég segja, nei, First Blood betur en Rambo 2. Þannig ég fór svona að rugga því til, en þetta easy pick, þetta Terminator 2. Það eins mikið og ég elska Rambo 2 myndina, þá Terminator 2 bara á allt öðru leveli, sko. Þannig. Terminator 2, Benni. Það nú ekki fallið þegar að setja þetta svona upp, sko. Svona flott, en hann að skjóta henni á Terminator. Nákvæmlega. Svarsakar næstu svona. Bara þess að gefast upp. Næstu því. Já, ég meina þetta, sko. Ok. Og hann það jafnvægi líka. Þú ert eitthvað að krasja í bakkan hann að finnst mér, já. Nei, sko. Ég alveg sammálaður að Rambo 1 klálega langbesta Rambo myndin, en hún líka minnsta Rambo-lega Rambo myndin. Hún er svona svipað eins og Rocky 1, sko. Já. Það eiga svolítið svipaða sögur. Og báðar sem myndir frábærar. Það sem að ég ætla, eins og segi, ég dýrka þessar báðar myndir, þetta ógeðslega ljótt að setja þetta saman. Þetta fyrir þig. Þetta mattsum bara fyrir þig. Takk. Ég ætla, valdi ég ekki með þessa T2? Nei, ég nefnilega valdi hana. Ég ætla ekki velna, ég hugsa með þyndvelina, svo valdi hana enginn, ég verða að hafa T2. Já, mér reysur og trúlega saman og Predator. Nei, sko, ég ætla að velja þarna Terminator vegna þess að Terminator 2 svo miklu betri en fyrirmyndin. Þú veist, við tölum það er oft talað að Dark Knight sé betri Batman Begins og það alveg rétt, sko, en það ekki himinn og haf á milli þeirra. Nei. Það himinn og haf á milli Terminator og T2. Sammála. Og líka, og bara þróunin á vélmennu, hvernig hann endar, þú veist, örkin á vélmenni, sko. Já. Það mjög áhugaverð pæling og svona. Þannig já, að því leitinu til þá ætla ég að segja T2, en ég get samt lofa ykkur því að ég búin að sjá Rambo miklu oftar. Þessa. Áhugaverð. Miklu oftar. Stallone maður sjálfur. Sammáli, ég ofta sé Rambo en Terminator. Ég held að sé fáar mynd, ég auðvitað Terminator 2 á topp 10 listum, ég bara mínar uppáhaldsmyndir bara ever. Og ég hugsi ég sé búin að sjá, ég get alveg trú að ég sé búin að sjá Terminator 2 oftast af öllum bíómyndir sem ég bara hort á. Ég get alltaf hort á þessu mynd. Mér finnst hún bara allt geðvægt við hana. Og hérna, ég ætla kannski ekki að lofsamna mikið, en ég get sagt ykkur það. Ég var að tala ég nú fertur og eitthvað eldri fertut og maður fara að telja niður tímann og ég get tíma fyrir svona myndir. Sko, ef ég næði að vera 89 ára og ég veit bara að ég fara að drepast á morgun, þá myndi ég samt gefa henni tíma. Horfa á hana í 100 skipti. Mér finnst hún það góð þessu mynd. Og þetta mynd sem að ég get ekki beðið þetta að sína strákunum mínum þessa mynd. Sérstaklega Terminator 2. En ástæðan ég hef lengur alltaf sagt að mér finnst þetta besta framhaldsmynd sem hefur verið gerð. Það T2. Og þá ég ekkert að segja hún sé betri en Godfather 2 eða eitthvað. Þetta mesta bilið. Ég miða við það, eins og Batman Begins, Dark Knight. Batman Begins finnst mér geggjuð bíómynd. Og hún það líka margir sem segja að það kannski meiri Batman-mynd heldur en Dark Knight. Og Dark Knight kannski betri, en mér bilið þar ekki vera svona gigantíst. Nei, það eins og segja ekki þetta heiminn og haf, sko. Nei, eins og Alien og Aliens. Ég meiri Aliens maður, en Alien sturlu mynd. Bilið þar upp á svona gæði ekki svo mikið. Ég man ekki eftir svona svakalegu bili. Og ég skil ekki, veit að smekka manni misjafn. Fólk sem velur Terminator. 1 frekarinn 2. Mér finnst það rosalega sérstætt. Það svakalega 80s mynd. Já. Hún eldist ekki vel. James Cameron ennþá líka nýr á nálinu svolítið, sko. Algjörlega. En það þetta með góða hugmynd. Alltaf, sko. Já. En þú veist, hann sjálfur bara búin að, þú veist, þroskast og orðið meira svona reyndur þegar hann gerir þessa, sko. Og bara það allt betri í það. Og ég gerum mig grein fyrir að fekk meiri pening til þess að gera hann alltaf. En bara aksjónið. Sarah Connor 10 sem skemmtilega í T2. Schwarzenegger geggjaður. T-1000, eitt flottasti vondikall ever í bíómyndum. Robert Patrick, æðislegur. Það alveg nýjöld smáatir að geggja hans í löggubúning vondikallin. Fljótandi málmur, eins og liftuatrið þegar hans
þegar hann bjarga Sarah Connor, þegar hún fyrir gegnum liftinu og opnar hana og hann skýtur með haglabis í hausunum og hann springur hausin, það practical effect, svo meldast hann svona, þetta allt gæsátt, þetta allt geðveikt í þessari mynd. Minigunnið og allt það, þó að dræja þessu úr að við erum búin að sjá það í Predator, en það geðveikt, hann segir hann mátti ekki drepa neitt. Schwarzenegger var ekki sáttur fyrst, hann bara, drepi engan í þessari mynd? Þú fannst það var svo skrítið. En það svo fyndist hann, þegar maður horfir á myndina, ég pældi aldrei hann í því beint, sko. Hann bara drepur ekki. Hann að skjóta á fullu. Hann að skjóta á fullu, en hann ekki að drepa neitt. Nei, þeir voru náttúrulega í body count keppni, sko. Já, einmitt, og hann einhver risa hasamynd, en hann drepur engan. En hann með byss allir díman. En það myndin svo góð, maður pælir ekki í þessu. Linda Hamilton, bara, þú veist, þarna alltaf bara Sarah Connor. Hún alltaf svo mikið fórnum í fyrstu myndinni. Hún grjóthörð í þessari. Ég elska allt þetta Cyberdyne-dót, Miles Dyson hana, reyna að stoppa hana, geði þetta að fara heim til hans, hún skýtur á húsið hans og hann gaman, hann síðan aftur í svipuðu hlutverki í Justice League. Þú veist, það svona sama, hann Pappi Cyborg. Já, einmitt, það rétt sér. Þú veist, það svo þeir fara inn í Cyberdyne-dótið og hann skotin í draslan á SWAT-tíminu og grenade launcherin sem hann með og móturhjólið þegar hann alltaf trukkin og hann hliður byssuna því að snúin í hring. Þetta svo geðveikt! Sturlumynd. Rambo 2. Sturlumynd. Mér finnst að svolítið langt síðan sem First Blood. Ég hugsi kunna meta hana betur í dag. Aftur, ég svo ógeðslega gamall, Binni. Dauðastir. Ég vil dauðastir. Sko, ég bara að klára nám í jakkanum. Þú veist, ég bara skólastrákur, sko. Og einn að telja niður. Ég svo gamall. Ég held ég kunna meta First Blood betur í dag. Af því ég var yngri, ég nokkuð sem það að pabbi var sýnt með Rambo 2 fyrst. Ég sé hana undan First Blood. Þannig að Rambo fyrir mér var svona. Og ég elskaði líka teiknumyndirnar. Og mér langaði líka að ræða það. Mér finnst það áhugavert að þeir hafi gert sko, þetta aðræðið mynd gæja sem með sko PTSD og allt það, allan pakkan, drepa fulla liði, þeir gera teiknumyndir þetta og leikfeng fyrir börn. Þetta svipað eins og þau gera í dag John Wick teiknimyndir og John Wick kalla. Selja börnum. Þetta rosa skrítið. Ég vissum að ef það myndi gerast þá þú myndi kaupa svolítið handast strákunni. Ég? 100%. 100%. Nei, ég bara það, þetta er svo skrítið, sko. Hvernig datt þetta í hug? Já, heimurinn bara breytast á alls. Alveg gríðarlega. Ég elski þetta og mér varst teiknum það gegja. Já, ég átti alltaf þess að, þú veist, bæði Rambo-kalla, Hími-kalla og horfði á þessar teiknimyndir. Ég meina, A-Team var líka svona teiknimyndir og líka sjónvarp fyrir fullan og annað, sko, og leikvöng og annað. Var ekki líka Robocop gera teiknimyndir? Ég nokkuð vissum það. Það var alltaf sjónvarpssería, eða svona þættir. Ég held að sér til Robocop teiknimyndir þættir, sem gerði á sín tíma, það líka R-rated. Brútal mynd. Ok, Rambo 2, First Blood Part 2. Langt. Mér veist Rambo 2008 betri. Tölvöld betri. Já. Það Thug. Ég ekki sammála. Í stúdíunum, það ekki sammála. Binni. Já, ég svona... Þar fæ ég mitt fix. Þessi, hann bara hlaupið ykkur frumskói. Mér finnst þú líka að virka svona að kosta sko 100 áskall. Mér finnst þú vera eins allan tíma. Mér finnst þú ekkit vera svakalega... Mér finnst ekkit vera mikla svona... Hvað ég segja? Svona Hills and Valley, svona hæður og læðir einhvern veginn í myndinu. Mér finnst þú svo rosa flöt. Mér finnst þú vant fyrir svona mynd. Sjá bara þetta plakkat. Ef þú myndir sína þetta plakkat, ég vissi ekki neitt um þessa mynd. Og ég myndi lesa þessa. They sent him on a mission and set him up to fail, but they made one mistake. They forgot they were dealing with Rambo. Ég myndi horfa hana núna. Mér finnst það svo geðveikt. Mér finnst ég ekki að fengi þessa mynd. Mér finnst hún ekki nógu góð. Mér finnst Hasan ekki nógu góður. Mér finnst... hann... Ok, þetta er skrítið að ég var að tala um að Schwarzenegger drepur ekki nefnir terminum 2. Hann drepur fyrsta gæðar og svo sent í myndinni. Þessi liðin hálftími eða eitthvað myndinni og myndin ekki það löng, sko.
Ég ekkert svakalega hrifinn af henni. Þetta kannski hálfgett guðlast að segja þetta, en ég hef svona, En veistu tengingunum milli þessar og tökja mynda? Veistu hvað Já, James Cameron. Já, skrifar hann að Já. En hann segir samt sjálfur, það eiginlega ekkert sem hann skrifaði í þessari mynd. Nei, Cameron segir, ég skrifa allt actionið, en Stallone kom með alla pólitíkina. Já, ég held ég var með þessi listi bara inn til B. Hann var að tala það var eitthvað kvót frá hann sagði að hann hefði skrifað sko baksögu fyrir þess að fanga sem var hann að bjarga basically gera það einhverjum karakterum því hann sagði að þeir breytist þannig myndina þeir alveg getur verið að sækja bara 6-pack of beer sko. Okay. Þetta er engin menn þarna í þessari mynd mér finnst þú vera eitthvað svo en ég fíla að Stallone í henni en mín Rambo mynd er fjórða sko. Það sem er gaman við Rambo 4 sko. Hann er bara, þú veist það er svona svipað dæmi með hann og Ben Affleck sem Batman hann er bara komið nóg hann er bara gamall og brútal eitthvað skilur bara, ég skal bara búa til hérna sveðju og höggva það skilur fyrst að ég er að fara út í þetta aftur skilur ég er bara búin að átta með heimurinn á enga vonlingu sko. Þannig að og hann er, þú ert að díla við svona þroskaðri Rambo í Rambo 4 sko sem að bara einmitt sér enga vonlingu sko. Þannig ég skil alveg hvað að segja ég held ég geti verið svona Personal mat ég geti verið svona nokkuð veginn samanlæðir Þú geti tekið 4 fram með 2 Já, svona allavega settar á samastall allavega Já, mér finnst eins og þar, ég meina hann leikstýrir 4 hann skrifar leikstýrir 4 bara actionið ofbeldið í þeirra mynd, fyrst með skemmtlar heldur mynd hún kemur út ára eftir Balboa sko, hann kemur út 2007 Nei, er hann 2008? 2008 Er hann 2008? Já, á 2 árum okay. En allavega, þú veist Því líkt tvenna hana á stundum tíma bara, þú veist, og það er practical effects á honum að megnunni til sko, mikið til, mikið til og það er aftur bara, þú veist, það gefur bara annan feeling Já, það er það sko, ég meina það var bara friður í Burma eftir að hafa búin að vera það sko. Já, nákvæmlega með þessi mynd Rambo 2, þetta er rosa mikið sprengingar bara fyrsta skoti í myndin er bara sprenging þegar hann er í fangelsan, myndin byrja bara sprenging sprengja grötið og það bara Troutman kemur til hans og we try to get you out of here og hann er bara, I've seen worse yeah, you have Rambo, þú veist hann myndi byrja óslega flott, mér finnst þetta óslega cool mynd en þegar ég horfa núna í dag, þú veist, ég er alveg svona ok, þetta er þeir voru greinlega bara að reyna að komast að ég meðan body count í þessu myndi er eitthvað 58 mann sem hann drepur í myndinni sko og þeir voru bara að reyna að finna út hvernig getur drepið þennan mann hvernig skulle drepa þennan mann og allt fyrir að finna mismöndi leiðis að drepa en mér finnst ógeðslega cool að sprengi bógin sem Já, auðvitað það geður en aftur líka, þú veist, þeir ná honum í myndinni, hann þarf að brjótast út aftur sjálfur og svona, Schwarzenegger hefur ekki hugmyndu hvað það er, sko hann þarf aldrei ég held að, svona ángríns, ég held að það sé bara True Lies, það sem að, þú veist, honum er gefið þarna sannleikslifið og hann svona eiginlega ég held að, ég man ekki eftir öðru eitthvað sem að hann er í einhverju vissinni, sko hann meiðist allavega svolítið í Racer fær hann að en málega pinnan í skápinn og hann er skotin og svona fær hann ekki eitthvað drastlýsi eitthvað, spítið eitthvað en bara þú segir þetta, ég tók eftir í Racer af þetta svo sjálfgeft þetta er mjög góð punktur sko mjög góð punktur, en mér finnst bara eins og Rambo 2 og Rambo 4 það eru báðar svona, hann þarf að fara eitthvað svona rescue mission það er ekkert ósvipa svona í grunninn Nei, og þriðja er líka rescue mission sko mér varst hún bara leiðileg það lansins þriðja er geggjuð mér varst Rambo 3 ekki skemmt, var ekki hann í Afganistan já, bara bestu one-line er hann Stallone maður Who are you? I'm your worst nightmare en sko, svo er annað þetta er kannski hot take ég fíla frekar Rambo 2 Hot Shots 2 það var ekki svo mikið grín á Rambo í þeirri mynd já, finnst þér, byrju mér finnst Hot Shots 2 betur en Hot Shots 1 þá? Nei, betur en Rambo 2 já, ok þú mátt hafa rámt fyrir þetta ég gerum ekki til því mér finnst þú mjög góð það var engin stig fyrir það en mér finnst Hot Shots 2 betur en Hot Shots 1 100% og hún er frábær góða mynd það er fullt af góðum bröndur með Hot Shots 2 sko. góða myndir og það er svo mikið gert grína Rambo sérstaklega mitt Rambo 2 og 3 sko já, það gerði mitt en þú veist, versus að því að fyrsta kannski, Hot Shots 1 var meira að gera grína Top Gun Hot Shots 2 var hann var Rambo þú veist, menn hann leikum er þessi í henni
Trautmann, Richard Grenna, hann leikur í Hotshot, það geðveikt. Topper Harley maður, já, það minn maður. Herðu, T2, Easy, eða hvað? Þú varst að tala hvenær hefur Schwarzenegger verið tekinn til fanga og eitthvað leys. Það var náttúrulega í Conan. Við teljum hann ekki með. Hann með þess að dó. Við erum að tala bíómyndir. Þeir líka hann aftur, sko. Við erum að tala góða bíómyndir. Gleymum þessu bara. Herðu, það bara 1 eftir. Og það Binni sem klarar það. Það eru góða myndir maður. Hæðislega myndir. Mér langar að setja saman svo í lokin. Einhverjar 2 mjög góðar. Ég vonast við saman á þessu báða góðar. Demolition Man vs. True Lies. Hvor meira uppaldið? Demolition Man. Stallone maður. Nei, sko. Það ekki það. En True Lies eins og segi, það svona eiginlega mínu uppáhalds Schwarzenegger-mynd. Og bara aksjónið í henni, skemmtileg og það allt. En þetta, sko, Wesley Snipes svo góður líka í Demolition Man. Hann svo geggjaður, sko. Og aftur, og það erum að tala með Stallone og getur verið fyndinn, hann fullt fyndinn í Demolition Man. Sammála. En þú myndi aldrei að kalla það grínmynd. Nei, hann alveg fyndinn. Sama með True Lies, ég myndi nú ekki kalla það grínmynd, það fullt fyndinn í henni. Já, sammála. Og kemistrið milli Schwarzenegger og Tom Arnold alveg frábært, sko, líka. 100%. Þetta fyrir mér, þetta allan daginn Demolition Man, sko. Og líka bara Dennis Leary inni, Sandra Bullock líka fín í henni, þú veit að sé bara fyrsta önnur myndin hennar, sko. Hún góð samt. Hún mjög góð. Já. Og Benjamin Bratt líka bara alveg fín í henni. Já. Þannig að, já, allan daginn. Ok, Ísrael? Já, þetta bæði ógeðslega skemmtilega. Þetta svona eiginlega svona, þetta gott matchup, já. Þetta svona skemmtilegustu actionmyndinar hjá þeim báðum, sko, myndi ég segja. Okay. Þetta bæði svona gott action, góður húmor, en Demolition Man uppáhalds Stallone myndi mín. Þannig að hún fær vinningin hérna, sko. Bara út af því, sko. Þú læs að tapa hérna. Ég miður. Ég sjóka. Ég dýrka Demolition Man líka. Þetta svo frábært matchup og já, ég bara, maður ekki tala endalist þessar myndir, sko. Þetta svo skemmtilegt. Ég man bara, ég sá þess að báða myndir í bíó á sínum tíma. Ég man ég fór tvisvar sér True Lies með þess að þetta var svo fyndið. Mér fannst líka hana Bill Paxton sem Simon. Hann geggjaður. Hann var æðislegur karakter. Og Jamie Lee Curtis líka. Jamie geðveik í þessari mynd. Ég kannski hot take, mér finnst að hún hefði að vera tilnæmd Óskarsverðlaun fyrir þetta hlutverk. Mér fannst hún það góð í þessari mynd. Þú ert alveg þar? Hún það, hún vann. En hún ógeðslega góð. Hún góð, hún vann sko Golden Globe fyrir þetta. Sko. Þetta ekki besta hlutverk hennar? Everything... Mér finnst hún betri í True Lies. Já, mér finnst hún betri í True Lies. Mér finnst karakterinn hennar, ég ætla að bera saman Helen og Harry, mér finnst Helen fær miklu meira ark. Já, hún þarf að gera miklu meira. Já. Og þetta interrogation scene geggja atrið, þegar hún í þessum yfirherslu og hún kemur svo flotta setningu, hún talandi nú er hún eldri, hún kemur, man ekki hvernig á nákvæmlega orða, hún að tala sko, mér langar þess að gera eitthvað, veist, mér langar til þess að líta tilbaka og segja, see, I did that, I was reckless and I did that, veist, talandi taka svona áhættur í lífi, gera eitthvað, hún sagði bara, mér langar bara að gera það var svona staðina, svolítið sambandið og henni fannst hún ekki verið svolítið séf. Þetta var svo ógeðslega gott atrið, sko, í myndinni. En ég fyrir til Demolition Man þá bara, veist, bara þessi byrjum, bara LA 1996, bara þetta fyrsta atrið, það bara byrjar á action, bara búm, bara þeir tveir, bara Simon Phoenix móti John Spartan. Geðveik nöfn líka. Bara cool nöfn þegar hann bara hendi svo þyrlunum. Phoenix! Fyrir bara bara að skóta allt. Svo bara mér svo flott líka þegar það kemur hann að kreditlistin þegar hann að fara í fangelsi hvernig það kemur allt það atrið og svo bara komin í framtíðin geggjur sem mynd bara 2000 ég sammála ég get ekki beðið eftir að fá þetta ár sko já, það sem við bara búið að spá fyrir skilur, þessum með Schwarzenegger frambóðið eitthvað svona sko alveg, já, einmitt já, og mjög fyndið atrið sko. Wait, the Schwarzenegger library? Já, nákvæmlega. He was president? Svo var það aðeins talað
Segir hún ekki I married Rambo? Rambo, já. Nákvæmlega. Ok, Demolition Man. Hún vinnur. Yep. Ég ætla að segja eitthvað, en hún vinnur. Já, ég held kannski að þetta er meiri keppni. Já, þú náttúrulega gerði eitt pass þarna, sko. Ég veit það. Ok, á hann ég fyrir að telja saman einhver stig og svona. Aðeins að ræða þessar myndir. Því Demolition Man. Þetta er svona kannski dæmum, þess að ég var að tala um áðan með Commando. Svo oft svona fín lína. Það hún hefði auðveldlega geta klikka held ég þessi mynd. Já. En þegar hann næra haldinni innan marka, þá verður bara geðveikt. Það verður bara töff. Og bara þessi söguþráður. Hann er fristur. Og þeir eru náttúrulega báðir fristir. Svo er búið að þýða hann í framtíðinni og það er enginn sem kann að takast á alveg glæpamenn og hann bara góðsendi fyrir hann. Þau kunni ekkert að díla við, þetta er geðveikt. Þá bara við þurfum að ná í lögguna sem ég vil gæsa og þetta er svo cool. Lögguna sem kann að prjóna. Svo kemur hann þetta er svo geðveikt mynd. Þessa mynd er ég náttúrulega búin að sjá miljónsunum. En ég get líka sagt það saman, True Lies. Að ég fór á hann í bíó, er hún ekki í sama ár Speed? Jú. Mér minni það. Sama ár. Það er svona eftirminnilegar bíóferðir hjá mér. Ég er 11 ára þarna og mér fannst að báða svo sturlaða, sko. Bara, voru að báða á sumri til. Er það ekki? Mér finnst það svo að vera stutt á milli þeirra. Það komu bara mjög svipuðum tíma. Er það ekki? Mér finnst það að sé það með stuttum millibili. Það voru svona ágúst, september, kom út. Og True Lies, mér finnst þetta, já, fyrir náttúrulega T2, þá er þetta örugglega uppáhalds Schwarzenegger myndi mín. Nei, fyrir utan T2 Predator ég verði að setja Predator frá hann. En ég vil að framhaldsmynd. Ég veit á talaðum á sínum tíma, ég vil að fá þau öll aftur, af því mér finnst það bara svo geðveikt skemmtilegt crew. Mér finnst, þetta er hot take, mér finnst það skemmtilega chemistry og mér finnst þér fyndnari Schwarzenegger og Tom Arnold heldur Schwarzenegger og DeVito. Já, kannski erfitt að segja til því þeir eru bara í gamanmyndum báðir, sko, eða þú veist með DeVito. En þeirra samband í True Lies er rosalega gaman samt. Já. Það er það, já. Hvað segir þið þessi? Er það hot take? Já, nei, þú veist. Já, hugsa. Ég er svona ekki svo emotionally vested að þetta sé eitthvað hot take fyrir mig. Ég get alveg sé hvað það segja. Þér er alveg sama. Já, mér er alveg sama, en mér finnst bara bæði mjög gott chemistry, sko. Já, ég kannski hef aldrei verið mikill DeVito maður, það er kannski ástæð. Það minnst DeVito frábær, sko. Já, ok, þaðan kemur þessi bara, ég ætla ekki að... Nei, ég sagði því sjálfur, tónum Arnold frábær í þessari mynd og svona, sko. Ég er að djóka. Mér finnst bara allt þetta líka þegar þeir finna út hvað Bill Paxton þannig að selja ykkur að notaða bíla og þetta er allt svo gott og Schwarzenegger fær að testa bílinn og hann ímyndir sér að kýla hann að drepa hann í bílnum og svo er þetta klift og hann er hlæðið. Þetta er svo ógeðslega gott, sko. En það er bara að sjá hvað James Cameron er góður penni og bara kvikmynd að gera það maður. Ég veit það. Það er frábær. En er þá ekki, eins og Teiti félagi minn, hann hefur oft talað að hún finnst rosalega leiðilegt að hann sé bara fastur í Avatar. Já. Myndi maður ekki vel að sjá hann gera eitthvað annað en eitthvað tölvurúk? Mér varst Avatar 2 ekki góð. Ég er bara ekki séð hann, ég er bara ekki hana. Það er auðvitað ástæð fyrir því. Nei, sko, ég talaði um þetta, ég man ekki hvort ég talaði um þetta í fyrra. Ég bara þarf svo mikið að horfa á alls konar efni, mikið gamalt efni fyrir skólan og svona, ég hef eiginlega ekki haft tíma í nýtt efni. Sko. Já. Það er rosa mikið svoleiðis. Já. Ok, þú ert lögulega afsakaður. Já, takk. En þú ert alveg potið að horfa... Og ég er ekki vinnu. Og þú ert alveg potið að horfa á betri myndir heldur en Avatar 2. Við erum ekki sammálaðisar, en... Nei, ég hef ekki séð Avatar 2. Mér varst eitt frábær, sko. Svo getur líka bara verið, búið að líða of langt á milli. 1 og 2, það eru 15 ára milli eða eitthvað svoleiðis, sko. Kemur ekki 2008, Avatar. 13 ára milli þeirra. Já. 2009, 2022. Svo getur það líka bara verið, sko. Ég myndi að vera að horfa á Iron Man 1 í dag og svo Iron Man 2 13 ára setna. Þættið er hún jafn góð, sko. Mér varst Top Gun Maverick betur en fyrsta og það voru 36 ára held ég myndi. Það er þetta rétt. Það getur verið, já. En mér fannst, kannski stætti gallin bara stutt. Mér fannst ég bara að fá sömu myndin aftur. Það var það sem er gallin, sko. En ég man að við töluðum um það með Tarantino. Hann ætlar að hætta eftir hann að tínu myndina eða hvað.
og ég sagði, þú veist, ég vil freka sjá hann gera nokkrar lélegar og gera 15 myndir og eina góða. Já. Það er svolítið bara saman kannski með Cameron er bara búin að, ég ætla að gera þetta Avatar-dæmi og allt í lagi, en ef hann gerir eitthvað aftur annað, þá er ég að klára þetta bara Avatar og komdu aftur, sko. En málið er bara gallin við, þegar þú ætlar að gera þessar Avatar-myndir, það eru svo ógeðslega lengi bígjart. Þú ert svo lengi að gera það og hann er orðinn, pældi því, hann er eldri en ég. Ég trúi alltaf að hann er eldri. Hann á styttar eftir en ég. Ég meina, og hann er alltaf auðvitað bara eldist. Og þessar myndir er að taka svo mikinn part af hans bara ævi. Og mér finnst það svo svekkjandi þegar þú lítur á ferilinn hans Cameron. Hann múið að gera svo flotta myndir að ég er alveg til að sjá hann. Við getum orðað þannig, ég er til að sjá hann gera aftur bíómynd með leikurum, ekki mikla tæknibrettið, þó hann auðvitað hefur hann alltaf verið svolítið svona brauðtryggandi í tæknibrettum. Rosalegur. T2, Abyss og svona, og ég meina það auðvitað allir í True Lies líka. Titanic. En bara með fólki. Það sem þið tekið upp ekki í stúdíu og breytt í eitthvað, hérna er þetta Pandora Planet eitthvað. Ég sakna þess. Þegar maður horfir aftur á myndir svo True Lies, bara vá maður, hvar er þessi gaur maður? Já, hann er fastur á Pandora næstu 15 árin eða eitthvað. Ég meina, haldið virkilega að gera einhverja aðra mynd eftir Avatar, þegar það er búið. Ég held að Time will tell, sko. Ég held bara því miður að... Svo er það náttúrulega bara, kannski er þetta bara áhugasvið ekki lengur til hjá honum lengur. Hann er kannski bara búinn með þennan pakka. Já, 100%. Hann er auðvitað að gera það sem hann vill gera. Og hver er ég að segja, nei, komdu tilbaka og gera aðra True Lies. Ég bara segja, frá mínu sjónarhóndi séð, þá finnst mér það, mér þykir svo svakalega vænt um. Já. Mikill missir. Eins og sé bara farinn. Eins og sé farinn. Mikill missir. Þá er þetta bara komið fyrir utan. Teljum bara stíðin. Voruð það eitthvað að telja? Þetta er nú ekki mikið sem kemur til greina. Við erum að tala um það að Stallone fær 1, 2, 3, 4 stig. Á móti 3. Já, á móti 3. Og 1 pass. Þannig að ég verð að eru í Cobra Commando hérna. Þannig að ef ég segi Commando þá er það bara í aðtefli. Já, þá ertu með tiebreaker. Ég var ekki með tiebreaker. Sko, mér finnst það bara þessar tvær þarna. Er eitthvað hægt að svindla í þessu núna? Nei, þér fannst það bara jafngóðar. Mér langar þá, ef við komum aftur þessum tölum á hann, ef við tökum ferilinn, þá verði ég að segja Stallone. Já. Þannig ég ætla bara að gefa Cobra, líka mér var svona byrjað skemmtilega og eitthvað, bara Commando er ekki fyrir mig. Ég er ekki samt að segja að Cobra sé betri en Commando. En svona, ef við erum að taka svona versus baráttu milli mynda hjá þeim og svona, það er Stallone. Ég meina, við getum orðað þannig, við erum ekki, sko, ef við hatt fleiri myndir, hefði ekki verið auðveldara fyrir okkar að finna fleiri góðar Stallone myndir, heldur en Schwarzenegger. Ég meina, það voru nokk, ég meina, Copland hefði kannski geta verið með, Rocky Balboa, veist, í seinni tíð. Mér finnst líka, ef ég var komið inn á eitthvað sem er glænýtt, ég er mjög gaman að Tulsa King, ég veit ekki hvort það að horfa það. Ég byrjaði, sko. Það er frábært. Á fyrst séru? Já. Ég myndi klára séri 2 bara fyrir stuttu, hún er alveg frekar ný. Og ég er búin að horfa á 2 seríur af því. Ég horfði held ég á 5 mínútur af þessu fúbardraslið hann sem á Schwarzenegger leik í á fyrir Netflix. Ég gat ekki, ég bara, mér finnst það bara strax. Ég er ennþá að vinna í því. Ég er ekki búið með fyrstu seríu. Og finnst þetta skemmtilegt? Mér er Tulsa King 10 svona betra, sko. Já, mér finnst það alveg mjög skemmtilegt, sko. Já. Þannig ég hugsa að Stallone hafi svona einhvern veginn haldið sér aðeins svona. Já, ég veit ekki hvort það hefur orðið Schwarzenegger að falli. Hann alltaf dettur út í 8 ár þegar hann gerist fylkistjóri. Það er alltaf mjög góð punktur. Mjög góð punktur. Hvaða ár er það? Er það 2003 til 2011? Leikur hann í Terminator 3 og svo bara kemur Terminator 3 svo bara 2 mánuði síðan er hann orðin ríkisstjórinn. Já, einmitt. En málega er þessar myndir sem hann kom með síðan eftir það, ég var mjög spenntur. Hvað hétt hún? Last Stand? The Last Stand, já. Líkur eitthvað sheriff þarna. Ekki nóg góð. Já, þessi kýrst eitthvað smábæðarna, já, ég sá hann í bíóinu. Ekki nóg góð. Svo kom Escape Plan, þá 2. Sabotage.
Svo náttúrulega Expendables myndin, það var náttúrulega ekki eins stóru hlutverki það. Nei, mitt. Hann miklu starri í mynd nummer 2 heldur en fyrstu myndinni, sko. En inn í 2, var hann ekki að það ríkistjóri þegar Hann var ríkistjóri í fyrsta mynd. kemur, hann bara eitthvað smá svona, hann var cameo í fyrstu, var ekki hann og Willis saman hann í kirkju þegar. Geggjað cameo. Mr. Church. Já, í 2 þá kemur hann, var það ekki bara að loka bardaðanum, þá kemur Schwarzenegger eða, ég man ekki. Já, kemur þeir standa allir 3, Stallone, Schwarzenegger og Bruce Willis, standa allir með byssunar að skjóta og svona eitthvað atriða sem Willis kemur einhvern litlu svona rafmagnsbíl og Schwarzenegger rífur hurðina af og segir my shoe is bigger than this car. Já. Shoot something og það er bara skjót út allt hana, sko. Ég var bara alltaf hrifinn af þessum myndum. Expendables. Ég elska þessa myndir, sko. Já, gaman. Ég hef verið til að, ykkur finnst það skemmtilega. Sko, ég er ekki búin að sjá 4. En ég... Ekki sjá hana. Hún á veist að vera bara algjört rust. Eru verið en konan? Nei, hún er örugglega skemmtilega en konan. Hún er verið en Hercules í New York. Já, hún er það slæm. Er það? Hún er hræðileg. En 3 málegar, ég er í svo mikil fílu út í Expendables. Þetta 3. myndina? Já. PG-13. Já, það var svolítið stúr. Já, þá ertu bara að gera svona af mig. Að þú ert að gera þessar myndir með þessum gæjum, nýja, unga kynslóðin er ekkert bara yey, Stallone, yey, Schwarzenegger, það eru við og eldra fólk sem er að fara á þessar myndir, það sérstaklega gaurar. Svo gerur eitthvað bannaðan að 12 ára kjaftaði til að trekja eitthvað stærri aðdáendahóp og mér finnst það svo mikið fuck you við þessa hardcore hasar hetju aðdáendur að ég var bara fúll. Það var svona ekki góð, og ég er ekkert að segja hún hefur verið betur að hefur verið blóð, það er bara þetta attitude. Það er bara svo þeir gera Alien vs Predator. PG-13, go fuck yourself. Predator, fucking brutal. Alien líka, svo gerur Banana 12 til svona græða meiri pening. Skammist ekki þitt verið. Komið smá rant hérna, rant í lokin. Segðu okkur hvernig þið líður alveg. Þetta er smá svona eins og ég sé að fara í sálfræðitíma þegar ég kemur í þetta podcast. Bara Birgit inni. Herru strákar, við erum þá búin að útkláða þetta allavega í þessum, þetta er ekkert alveglega þáttur, það er Stallone. Þetta er háalveglega þáttur. Binni, þú lítur nú að sáttu með þetta, þessi úrslit. Já, þú veist, þetta er ekki en úrslit, þetta er bara staðrænt. Ísrael, þú sagðist var 50-50 í byrjun þáttarins, þannig að þú ert væntanlega bara sáttur alveg sama hvað. Já, ég alveg sama hvað. Mér finnst þetta bara, eins og segið, það var búið ógeðslega gaman að horfa á þessar myndir aftur og rifja upp og þetta eins og segið, 80s and 90s, þetta voru bara gaurinn. Ég man bara þegar ég var í vídeolegum með krakki og maður lappaði sko hillu og maður sá Stallone eða Schwarzenegger. Þetta er eitthvað góð mynd svo að horfa, sko. Það bara klikkaði ekki. Sko, við hefðum getað haft þetta erfiðara, hefðum við sett Bruce Willis með, sko. Bruce Willis náttúrulega kemur hann með Die Hard, Die Hard 2, Striking Distance Last Boy Scout. Já, þú veist. Mér langar að koma með spurningu. Hvað finnst ykkur það ef besti karakter hans Schwarzenegger, besti karakter hans Stallone, besti karakter hans Bruce Willis, hvað myndi segja? Hver það væri? Já. Er þetta bara að tala um besta karakterinn? Bara most badass. Mesti töffarinn? Badass, já. Já, harðasti gaurinn? Harðasti gaurinn. Og væntanlega hann í Predator þegar hann vinnur fucking... Já. Er það ekki? Eða náttúrulega, ég meina, þeir telst með að vera vélmenni? Ég myndi útiloka vélmenni. Terminator, já. Já, það er sem er maður. Ég myndi segja, já, Schwarzenegger í Predator. Já. Myndi segja Stallone sem Rambo. Já. Og Willis sem John McClane. Já, þú veist, John McClane alltaf hefur alltaf verið, eins og þú varst að tala um ábyrni, ég meina Schwarzenegger lendi aldrei í rauninni vissinni, hann lendir í meira vissinni Stallone, það er svona ennþá mannlegri, sko. Já, hefur hann einhvern tíma verið svona over the top? Ég man ekki eftir í fljótu bræði, sko. Men hann er grjótharður í Last Boy Scout. Já. Ég held að Joe Hallenbeck, karakterinn í þeirri mynd, ég held að sé harðar en John McClane. Ekki? Já, það ekki. Segir alltaf að fokka sig bara á... Já, ég held að sé bara, hann ságæðir og söpuð staðið svo Rambo 4. Hann er bara, þú veist... Bara, hjónabandi í rúst og eitthvað. Hann er löngu byrjar að tala með því. Hann byrjar undan mér. Já, löngu, sko. Þú ert ekki róðið það, sko. En mér er bara Bruce Willis svo skemmtilegur sem þannig, eins og hann er í Die Hard 3. Já, já. Hann er bara í hlýraból og hann er bara skipun að skilja og...
En hvað Það myndi... er frábær mynd. Það er góð mynd, sko. Það er hún er hvað 30 ára ammali í ár, sko. Til að fá hann í bíó, sko. Ég fór á hann í bíó, þú veist, 10 ára gammal, sko. Gæði upplifun, sko. Hún er geðveik. Góð vondukall líka. Já. En talandi þessa 3 karakter, við tökum þessa karakter, Dutch, John Rambo, John McClane. Hversu geggja hefði verið að sjá bíómynd þar sem þessi 3 karakter hefði verið saman, þurfti að teama up. En það hefði aldrei megan eitt, þú veist, það passa ekkert saman. Nei, ég veit Kanski Dutch og Rambo. Kannski Dutch og Rambo. Líkar, en John McClane hefði verið bara, hvað er ég að gera hér? Akkur í einhverjum frumskói. Nákvæmlega. En pæl ég... Já, menn hann endaði í Rússlandi í Die Hard 5. Ekki tala um hana. Ég var í góðu skapið, sko. Já, þú ert búin að taka allan skalan. Já, tilfinningaskalan. Já. Nei, ég skil gott við, en kannski frekar bara sjá þá leikara, þessa leikara in their prime, ekkert endilega að því hvernig myndi það verið að ég veit, jú. John McClane. Það er kannski verið þeir tveir að bjarga John McClane. Já, eitthvað hlulega. Fastur í loftræstustokk. Það er þetta geggjum. Pool, come on. Get out of here. Ég held að það var að spurja ef þú myndir senda allir herbyggi og þurfti bara barða af lífa på döða, hver myndir koma út? Allavega ekki Willis. John McClane myndi deyja fyrst. Rambo væntanlega, en reyndar alltaf Schwarzenegger aðeins stærri, væntanlega þyngri. Já. Ég held að Rambo myndi vinna. Hvað sér þú? Já, ég held að Rambo myndi vinna. Það er meira svona trained. Hann er bara svo mikill, já. Green Beret. Já. Reyndar auðvitað hann líka eitthvað svona Special Forces gæðan í Predator, en alltaf sé ekki Rambo. Ég meina Rambo er líka bara, þegar þú talar bara eitthvað harðan gaur eða eitthvað, þá bara tala, hann er bara svo Rambo. Já, nákvæmlega. Það er svo mikið bara partur af pop culture, það er Rambo. Þannig að Stallone á þetta katalóg að eiga svona 2 svona successful franchise, Rocky franchise og Rambo franchise. Þú veist, bara eiginlega 3 með Expendables líka. Og eiginlega Expendables, já. Þó þú hattir það, sko. En þá segi ég á móti, já, það er það franchise-ið, en ef við tölum karaktera, það er enginn sem getur sagt hvað hann heitir í Expendables. Nei. En Rocky og Rambo. Já. Við getum örgulega að fara bara út í bæ, spurt 20 manneskjur, eitthvað random manneskjur. Ég hugsa meðlutum myndi þekkja báða. Ég hugsa allir þekki Rambo. Rambo er örgulega aðeins svona Rambo. En Rocky líka, ég meina, við vita flest allir hvað Rocky er. En hvað er þetta að segja á Schwarzenegger? Ég veit, Rocky og Rambo hjá, ef við tökum bara svona karaktera, bara vá. Þú veist, svo er Hugh Jackman, Wolverine. Já. Ég meina, alltaf klálega Terminator fyrir Schwarzenegger. Og er það Conan? Bursið frá gæðum. Nei, ég myndi að, þú veist... Á hann einhvern annan sem er... Nei, ég held að fólk, eins og við erum að segja bara, ég held að við tengjum hann meira við bíómyndir heldur við karaktera, sko. Þú veist, ég held að fólk myndi nefna mig Terminator og ég myndi að giska á True Lies. Og Predator, þú veist, ég held að fólk myndi... Predator myndi segja, ég veit ekki með True Lies. Nei. Hvað er svo stór að þú sé? Ég meina... auðvitað var hann vinsæl sín tíma. Já, hún var bara topp, hún var 5. eða 7. vinsælsta myndin, 94. En haldið þið bara upp á, þá er bara, ég er ekkert um gæðin, bara upp á að þekkja, bara frægð. Terminator, hjá Schwarzenegger, Terminator væntanlega langefst. Já. Ég er ekki svo Predator. Ég myndi segja það. Og... Eða þú veist ekki einu svona, eða bara leikar sem var fylgjastjóri. Bodybuilder sem fattar mig. Ég held að bara Schwarzenegger sjálfur þessi karakter bara. Já, Schwarzenegger nafnið er náttúrulega. Mér finnst það, já. Haldið að það nafn sér þekktar en Sylvester Stallone. Bara að það voru talað, þú færi bara eitthvað út í heim. Kæmi mér ekki óvart. Nei, ég held nefnilega, gæti verið sko. Ég var að skoða svona box office og þannig að það var svo áhugavert að skoða sem sagt international. Já, hvor er stærri þar? Já, og það var þess að byrja með Stallone, þegar Rocky 3 kom, ég held að Rocky 3 frekar en 2, þá fór hann að fá meiri tekjur erlendis en í Norður Ameríku. Hjá Schwarzenegger, það byrjaði ekki fyrir bara í Terminator 2, það sem að byrjaði að fá meiri tekjur erlendis en í Bandaríkjunum, sko. Þannig að Stallone byrjaði miklu fyrir, sko, að fá bara, veist, þannig að fá kannski, segjum, 100 milljónir í Bandaríkjunum, og svo erlendi sem að fá 200 milljónir. Já, hann var stærri á alþjóðlegu markaði og undan Schwarzenegger. Já, hann
hann var alveg svona 10 árum undan Schwarzenegger, sko. Hann líka byrjaði 10 árum undan, þannig sé í myndana, sko. En núna í dag, þeir eru rosalega big overseas, sko. Þeir geta oft, kannski ekki í dag þegar hún er 78 ára gamli, sko. Ég samt sem maður, ég meina, þú ert að tala um Tulsa King og svo þetta Fubar. Þú veist, ég meina, framleiðendur alveg skoðaði þetta, getið selt þetta efni. Já, með þessum köllum. Já. Þess vegna fekk Stallone hennar $60 million 3-picture deal, af því þeir vissu bara nafni Stallone, það bara selur. Já, en það er samt bara, hvað árið það? Þetta er 95. Já, við erum að tala um sko, núna 2020. Já, fyrir 30. Já, það, þeir eru ennþá einhvern veginn, sérstaklega alltaf Stallone, ég meina, að því að mér finnst Tulsa King bara, mér finnst það mjög skemmtilegt efni og gaman að sjá mig, það er líf í þessum, það lifir í gamlu glæðum, sko, en mér finnst samt, sko, maður er að horfa núna á þessu gæðina. Og Stallone lítur bara alltaf svona út hjá mér einhvern veginn. Og Schwarzenegger svona, þú veist, í yngri, þetta er ekki úlingar enna, en þeir eru svona yngri kantir hana. Þegar maður sér það í dag, þú veist, auðvitað gerum við grein fyrir að aldurinn nær öllum, mér sérstaklega, bráðum, en þess að sjá svona gamla, finnst það eitthvað svona, ég veit ekki. Já, ég er sammála, ég finna bara hér að horfa þess að þetta í Tulsa King og Fubar, sko. Hvað eru gamlega svona... Já, ég get morðað þannig. Mér er skarra að horfa í speil og sjá sjálf með eldast, en ég sakna þess að sjá þá sem unga. En þetta tengist æskunni. Þetta er bara stimpla svo mikið bara inn í mann. En mér finnst ekki slæmt einhvern veginn að sjá, Harrison Ford eldast til dæmis, en sjá þess að nagla þú líka bara svo, þeir eru svo svakalega, þú heldur ekkert svona líka maður út 70 og þú séu flottir. Það er að rugla að sjá það í dag, sko. Já, ég meina flottir, sérstaklega fyrir þennan aldri, er ekki hvað, 77, 78? Já, þeir Stallone fættu 46, Schwarzenegger 47, það er bara ára milli þeirra. Já, þetta er rosalega maður. 70, Stallone verið 79 þess ári. Já. Hvað hann 7. júli fyrir þessu verið. Það veist þú það. Svo voruð náttúrulega, hafið þið farið, ég man ég búin að tala um því Planet Hollywood, veitingastæðin. Ég hef farið, já. Þú farið? Nei, það er ekki til. Við erum að fara á Flórida. Hver var að tala? Varst þú að tala um þetta síðast, eða þú? Ég var að tala um það. Það er ennþá til einhver staður? Það er til 4 staðir ennþá. Í heiminum? Já, þeir eru 3 í Bandaríkjunum, 1 í New York, ég veit ekki hvort það sé búið að opna, það var alltaf svona að opna og lokast, svo er 1 í Orlando, svo 1 í einhver flugvelli í LA. Byrnu voru að tjekka á hann. Já, því ég er alltaf öllum flugvöldum. Svo er 1 í Katar, öllum stöðum. Þetta voru alveg hjút, sko, díl, þegar voru, sko, þegar Height of It, sko, 97, þá voru þetta alveg 80 staðir, sko. En svo fór þetta hallundu fæti, fóru, semst, opinbera markaðin, Wall Street, og þurfti að opna svo marga staði og það var ekki alveg að ganga upp. En þessi tveir og Bruce Willis, þeir voru sko andlitið, sko, þegar þetta byrjaði 91. Men þeir áttu hluti í þessu? Þeir áttu, sko, þeir voru ekki eigendur, en þetta var rosalega flott, þeir sem ráku staðinn. Áttu þeir ekki hluti í staðinn? Nei, þeir sem sagt, Keith Barris og Robert Earl, gaurar sem byrja á Planet Hollywood, fengu þessa hugmynd, sko, bara fáum bara svona kvikmyndamunni og fáum Exu, Shining og eitthvað annars konar kvikmyndamunni og byggja svona veitingastað. En svo fengu þess að geggju hugmynd að fá Hollywood-stjörnur þess að auglýsa staðinn. Þannig að þeir buðu þess að Schwarzenegger, Stallone og Willis að koma og þeir voru bara meira svona andlit. Þeir fengu sko eitthvað smá borga, þeir voru private jets að vera að fljúa með á til London og Paris og opnunahátíð hingað og þangað, sko. Þeir voru, opnunahátíð þá kom, Seagal ríðandi á fíl og Whoopi Goldberg var borin inn í eins og Cleopatra og Stallone kom inn á eitthvað svona rómverskum chariot og þetta var bara crazy, svona opnunahátíð á Planet Hollywood, þetta var bara eins og bara premiere, bara 10.000 manns að mæta bara. Þetta var huge thing og Bruce Willis tók þátt í þessu með því skilyrði að hann fengi að sjá tónlistina, hann var í hann alltaf var í hljómsveit sem hétar The Accelerators, þannig að alltaf það var opnunahátíð, þá var Bruce Willis bara að djamma og bara með munnhörpuna og syngja hann, sko. Og þeir bara notið þetta bara óspart þess að auglýsa sína bíómyndir og allt það, sko. Þetta var alveg great publicity, sko. Já, ég maður eftir, sko. Ég held alltaf að þeir eru eigendur. Já, svo þegar þetta fór í Wall Street, þá fekk Schwarzenegger 5% hlut, Stallone fekk 3% og Bruce Willis fekk 2%, svo voru aðri leikari sem fengu líka, kom inn Demi Moore og
Dolph Lundgren og einhver fleiri svona stjörnur, þeir bara löðu að þessu stjörnunar. Að þetta var svona, pælingi var sko, að fá gesti inn á staðinn, svo borða matinn í þeirri vona, kannski, muni ykkur Hollywood-stjarna að mæta á næsta borði og sitja hjá mér eitthvað leys sem gerist kannski ekki oft. Nei. En hvað finnst ykkur, það var einn viðtal sem ég sá á TMC, bara viðtal sem það tekið við bara fyrir svona ári síðan, 2 ári síðan. Mjög gott, svona 40 mínúta viðtal, getið séð þetta á YouTube, þar sem maður takaði viðtal við Schwarzenegger og Stallone. Og þeir saman þá? Þau voru saman, sko. Bara farið við sín feril og allt og hvernig þeir voru svona bífað eitthvað annan og þetta stoppa má við sjúta þeim og allt þetta sko og body count. Og gaurinn spyr í lokin, bara kemur geggjað spurningu, sem ég er búin að pæla svolítið síðan þá, hann segir sko, ef það er Mount Rushmore af hasarleikarum, ég myndi spyrja fólk hvað hasarleikar var á Mount Rushmore, myndi allir segja Stallone Þeir tveir. Og Schwarzenegger. Klálega. En svo spyr hann þá, hverjir væru með ykkur tveimur á Mount Rushmore? Og hann lætur þá svara. Stallone segir Bruce Willis, sem ég get alveg fært rauk fyrir, það sé rétt. Schwarzenegger kom með mjög áhugavert svar, sem ég var svolítið lengi að hugsa, sem ég hugsaði, herði, þetta gæti alveg rétt hjá hann. Hann nefndi Clint Eastwood. Já. Og ég var fyrst alveg, svo þegar ég fór að sem hasar. Ég hefði aldrei fyrir að hugsa svona fyrir, ég var svona, ok, þetta færa rauk fyrir því? Hann var alltaf að færa á Vestramátt voru svona. Já, Vestra, já. En svona hasar. Hasar, sko. Já. Hvað annað hasar en Dirty Harry? Já, það er svo fór ég að hugsa, sko. Ég meina, kallar hann fyrir gefin hasamynd? Kallar það Vestramynd, spækt Vestramynd, þetta hasamynd? Það er svona erfitt að segja, en ég skil hvað Schwarzenegger var að fara, en ég fór að spá í þessu sjálf, hvern myndi ég, hvað 4 myndi ég setja, ég myndi setja náttúrulega þá 2, ég heldur sem allir saman Já, 100%. Ég myndi setja Jackie Chan. Já. Mér finnst það frábær. Svo ég rosalega, ég var að hugsa annarkvort Bruce Willis eða Tom Cruise. Tom Cruise og Mission Impossible 2 þá. Já. Sko, Tom Cruise náttúrulega rosa mikið bara Mission Impossible myndin hans þar. Hann náttúrulega gerði náttúrulega. Ég menn, hann er orðiður hasarleikari. Já, hann náttúrulega gerir sem það síðan 2000 í rauninni, sko. Stönd og allt þetta, sko. Já, með 25 árum stíð. Já. Mér finnst ekkert fár. Ég myndi frekast að þetta Cruise heldur en Clint Eastwood. Já. Já, sko, ég klálega Schwarzenegger, Stallone og Bruce Willis, en ég er að horfa á þetta á coverina og þú veist, sérstaklega þegar ég hugsa líka hasarmyndir, actionmyndir, ég hugsa svolítið bara 80s og 90s og ég er bara svolítið tónum milli Van Damme og Seagal, sko. Ánægð með Binni. Gáðum þú setja? Ég myndi örugglega setja auðvitað 2, Seagal og mögulega Van Damme. Ég ætla að útskýra af hverju setja ekki Willis. Mér finnst hann einhvern veginn, hann fóð síðan að leika í svona Sixth Sense og Unbreakable, sérstaklega M. Night Shyamalan, Pulp Fiction. Ég einhvern veginn, sem svona pjúra action gæði, þá hef ég einhvern veginn, mér finnst alltaf verið aðeins fyrir ofan það, sko. Já. Fattu hvað ég við? Já. En Seagal er alltaf bara action. Já. Og ég meina, hann kann ekkit annað og Van Damme líka. Mískoðamyndir Van Damme reyndar leikir mjög mörgum slöppum. Ég geta bara að segja það. Van Damme, Seagal, Stallone og Schwarzenegger. Yep. Binni, Já. þú voru að velja. Það er þýttu jafntefli. Bara jafntefli við smið Stallone sjálfum. Já, veistu, ég held ég hendi bara í Seagal. Ég held að mér finnist hann vera með skemmtilegri hasamyndir heldur Van Damme í svona heildina, sko. Hversu finnst hann vera? Með svona regla meiri og betri hasamyndir í heildina heldur en Van Damme, sko. Já, ég er sammálaður, sko, en ég var alveg hard target daginn, það litar það. Hvað sér þau? Hann geggjuð. Hard target er góð. Hún er góð. Sem svona mynd. Herru, fyrir maður slúttustrákar, þetta er búin ógeðslega gaman og ég ætla að benda mitt fólki á þessa bókina, ég á þessa bók líka, The Last Action Heroes. Þetta er ógeðslega skemmtileg bók. Ég var mjög fljótur að spæna inn í mig. Bara skemmtilega sögur og þess að gæja og það var svo skemmtileg tímabil. Já. En svo líka, disclaimer, ég þekki Chuck Norris myndina svo lítið. Ég hef séð lítið sem ekki neitt af hans myndum
Ég dýrka þetta líka, ég meina, Jackie Chan og Jet Li og svona, Chow Yun-Fat finnst mér líka rosa flottur actionleikari. Bruce Lee, þetta, geggjaðir, en þetta var svona helsta sem ég horfði á þegar ég var yngri. Strákar, þetta var geggjað. Takk fyrir komuna. Takk fyrir.